What up, T1?
Alltaf. Ég var alltaf með lífana, sko. Það var bara uppátt hægni minni. Því darbi! Hann til með snjóbolti! Look, I am a robot. Now, Windrunner, attack! Witchdoctorinn að slátra, þetta Ultrakill! Ég trúi ekki. Það er að prófa að sokka upp í okkur hérna, sko. Já, komið sæl. Ég heitir Hannar, eða P, eða Ró, eða Ösil. Sælir, ég heiti Björgvin, eða Hot Shame. Og við erum hérna með hágæða útsendingu í kvöld. Við ætlum að sýna frá leik Snorra og dvergana gegn Dalabyggð. Spennandi lið, spennandi viðureign. Þessi leikur er náttúrulega í annar deild, í Kraftúla-deildinni 5. Já. Dalabyggð hefur svona líta út fyrir að vera sigurstranglegri á blaði. Já, það búið að ganga misvel hjá Snorra og dvergunum upp á síðkast eða ekki? Jú, svona, þeir aðeins að reyna að finna sig svona eftir að Bad Boy þurfti að taka sér smá pásu. Já. En samt sem áður held ég að það ætti aldrei að vanmeta á, eða þú veist, þeir náttúrulega svona bara klassískt Snorra og dverga dæmi er einhvern veginn svona pikkar á endanum bara eitthvað teamfight og þú veist, oft í þessu leikgemi þá er bara einn góðan teamfight til að vinna leikinn, sko. Nákvæmlega. En ég held að, þú veist, varandi lanes og svona, ég held að Dalabyggð vilji örugglega reyna að keyra bara á það út frá laning stageinu, sko. Þú veist, fá bara early advantage. Já, og þeir líka spila vel saman, þekki hvern annan vel. Já, er ekki búið að vera eitthvað rotation hjá Snorra og dvergunum varandi laning stage og eitthvað svoleiðis líka, þú veist? Jú, þeir hafa náttúrulega í gegnum árin verið svolítið að swappa roles, þannig að maður veit svona, maður er aldrei eitthvað 100% viss Nei, hver er hvar? Já, hver er hvar og hver er að spila hvað og svona, þú veist, þeir deila alveg einhverjum sameiginlegum hetjum. En svona á þessu tímabili hefur nú verið aðalega Penguin, Curry, Thunderbunded mid, Glacier, offlane og Markus á fjarkanum. Og já, ég heyri hérna lúðurinn í gangi, þannig að ég held að draftið sé bara að fara í gang. Sjáum hérna fínasta logo hjá Dalabyggð. Þetta er svakalega mynd. Já, fyrstu bönnin komin inn. Banna Largo, nú gerði ég ekki nógu mikla heimavinnu til að vita hver að þeim er búið að vera að spila Largo, sko. Nei, saman hér, sko. Áhugavert bannsamt. Já. Ég veit ekki hvort það, þú veist, kannski hefur Glacier verið að spila eitthvað eða Big Boy eða Markus. Já, mögulega Markus líka mitt. Á offlaneinu. En já, eins og segi, við vitum ég sá bara í publeikjum var Glacier eitthvað aðeins búinn að vera að spila offlane, þannig að mögulega er hann að taka offlane í þessari viðureign. Það var bara komið ljós, en já, alveg respektbannina á Smörker. Ríkibanni? Já, taka úr Drúbik og Disruptor fyrir Smörker og síðan Rikkibanni, og það er líka alveg áhugavert. Ég held að Bangsi er alveg svona Rikki specialisti. Er hann Rikki specialisti? Ég þekki þessi lið miður ekki nógu vel, sko, en ekki búinn að sinna heimavinnu nógu vel fyrir þetta, sko, En já, ég held, sko, Biggi getur alveg spilað Rikki Curry líka. Þannig að þetta er alveg svona, þetta er líka, ég veit ekki, þeir vilja bara örugglega ekkert bjóða Dalabyggð upp á þessa hetju. Þetta er ekkert endilega core hetja á Dalabyggð, en þeir, þú veist, vilja bara ekkert spila móti og taka út Kest líka sem að ég veit að Biggi er búinn að vera að æfa sig á og er mjög flottur á. Já. Það var það first pickina á Dalabyggð sem eru einmitt Dyer. Og það er Razorinn, já. Ég sagði mitt, já, Razor og Viper sleppa bara gegn, já, hann er Viperinn, ok. Þannig að þeir treyta þessum hetjum. Snorra og dvergarnir eru örugglega bara komið inn í draftið sáttu með að fá aðra hvora hetjuna. Já, klálega. Veit ekki alveg hvað er spilað hann á Viper. Mögulega eru bara flexanum á öll korulinn, en maður náttúrulega sér hann oftast á mid eða offline. Já. Þannig á russu. Ég held líka að Viper getur alveg verið fín hetja fyrir Snorra og dvergana. Þetta er svona góð hetja til að beita fólk á sig
og síðan getur þú fengið eitthvað svona counter initiation með hitjunum sem þeir fíla að spila. Já, banna Úrsu, það er svona Penguin Special. Penguin Special. Já, þetta hefur verið svolítið saga síðustu vikna allan, er þetta Razor Viper dæmi, það er alltaf annarkvort first phase banna þessa hitjur eða einhvern veginn svona trade dæmi eða Já, ég held allan að pick bannrate á þessum tveimur hitjum hefur verið rosalega hátt hingað til, sko. Við þurfum að fá Berg til að gera annað fréttasegment þetta, sko. Já, það kemur eflaust. Já, Lich bann og Void Spirit bann, ok. Já, ég veit nú, sko, Bouncy spila alveg svolítið mikið af hitjum, sko. Þannig að... Já, með stór pool. Já, þeir eru svona target allan að þessar hitjum sem við vilja alls ekki spila. Centaur? Já, bara Centaur pick. Ok, fínt. Þá horfum við að Viper mid þá, eða? Ætli það ekki, já. Já, þetta er náttúrulega, þetta er gott að móta Razor upp á það að gera að þú getur hjálpað gæðinu sem er linkaður bara að hlaupa burt. En já, þeir sína náttúrulega strax þá á samanskapi að Viper er ekki offlane. Ekki nema þetta sé eitthvað Centaur fjarka dæmi, Ég þekki það nú ekki svo sem. Veit það svo sem ekki, en ólíklegt. Mjög líklega að þetta sé bara Centaur offlane og Viper mid, mögulega carry. Og já, Tiny, ok. Þetta er Hvað eru konir í? Gott stuff. Premium entertainment. Hver vinnur? Það er Razorins, það er, já. Þessi hitja er náttúrulega orðin fáránleg, sko. Já, Tiny, þeir flexa þessu líka á mid og fjarka. Ég veit að bæði Smörker spilar hann og líka Bouncy er alveg líka svona Tiny specialisti, sko. En þetta gæti vel verið að þetta sé bara offlaneera líka, Razor þristur, Tiny fjarki. Þetta er náttúrulega, já, Snorradverkarnir eiga last pick hérna. Það er Jakiro, ok. Íslenski dreginn. Já, lítið bara ágætlega út fyrir Dalbið með, þú veist, Razorinn getur ennþá farið carry eða offlane. Razor, Jakiro er líka alveg ógeðslega svona oppressive lane. Mjög, sko. Samanskapið er Tiny Razor á offlane líka mjög gott. Ná já, erfitt fyrir Snorradverkarnir þannig að ákveða hvað þeir vilja drafta á móti þessu, sko. Já. Þú veist að þeir vita þannig sé ekkert hvert þessar hitjur er að fara nema kannski jakkinn. Já, nákvæmlega. Já, svona grunarinn mitt að þetta sé fyrir eitthvað Tiny fjarki, að vera aðeins vinsælla, já, veist. Það virðist lukka betur þessi hetja á fjarkanum heldur en á mid. Já, það er Undying. Það er þannig. Ok. Þetta er náttúrulega, ég held að þetta sé örugglega Big Boy hetjan. Já. Gæti alveg verið fjarkinn líka, og Quap, já. Sem er þá líklega smiddin. Ok, Núna er ég alveg gáttaður, sko. Ok, þetta gæti verið Viper carry Undying 5. Já. Þetta gæti líka verið Centaur þristur Viper, nei, Centaur fjarki Viper þristur Undying 5. Já, þetta er alveg ekki Undying Viper offlane. Enigma, já. Ok, þetta er rosalegt Enigma pick hérna frá okkar manni Fjörulala, sko. Það er ekkert annað. Ég elska þegar Jökull spilar Enigma, sko. En já, ok. Þannig að Dalabið er eiginlega búin að tikka í öll boxi núna. Þeir eru með góðan carry, þeir eru með initiation, þeir eru með damage. Já. Þeir eru með go lanes og þeir eru með teamfight. Já. Já, banna silencerinn. Já, það er náttúrulega bara, það er eiginlega gefið. Já, þau eru náttúrulega, já, eru væntanlega að búast við að þetta væri Viper carry. Já, einmitt. Þetta er nú ekki mjög
Snorra og Dörg er ekkert draft upp og það að gera, þú veist, það er ekkert það mikið svona teamfight Wombo Combo spilar eins og er. Nei. Þú veist, þeir hafa náttúrulega ekkert mikið verið að pikka hetjur eins og Viper, þú veist, í gegnum árin. Nei. En ég held þessi hetja er samt örugglega alveg fín fyrir þá bara upp á það að gera og ert svona tanki og getur verið að tanka einhverja spella og... Já, veit. Ég meina, þeir eru allan með eitthvað initiation hann í Snorra og Dvergunum, hann er frontlaner, hann líka ofta erfitt að refsa þessar Viper hetju í lane sem að hefur kannski verið veikipunkturinn hjá Snorra og Dvergunum er, þú veist, þeir koma kannski stundum illa út úr lanes. Já. Þannig að þeir eru allan með, þú veist, þetta eru 4 sterkar hetjur í laneinu sem þeir eru með núna, þannig að lítur ágætlega út fyrir þá. Ég er svona smá áhyggjur með þessi Enigmu, sko, ef þetta er Viper carry. 5 seconds remaining. Já. Enigma er bara frábær hetja á móti bæði Viper og Undying. En já, Snorra og Dörgin er bannað hérna snæperinn. Já. Nú að tíma eftir hérna hjá Dalby, þeir eru með mikinn reserve tíma til að hugsa hvað þeir vilja gera hérna. Þeir eru vantilega að ákveða þá hvort að Tiny fari midd eða á fjarkan. Giska nú að hann fari bara á fjarkan með Enigmunni. Banasús. Já, Banasús, ok. Ég held að þetta sé ekki Razor mid, sko. Nei. Ég hef ekki séð Bangs að spila, held ég. Mér líður þess að hann vilji einhverjum meiri svona hefðbundna mid-hetju. Heldur þetta sé þá Razor Carry þá og frekar það? Já, ég held að þetta sé bara Razor, Jack Hero Já. Og Enigma Tiny. Hardcore safe lane bara. Já, ég veit allavega að Biggie spilar alveg Razorinn. Já. Ég veit ekki, þú veist. Hann er Ranger. Ember lukkar alveg fínt hérna og Puck sömuleiðis. Mér finnst Puck lukkar bara frábælega hérna fyrir Dalabyggð. Er það comfort-hiti hjá þeim eða? Veit ekki alveg hvort að Bangsi spilir Puck. Hann spilar allan að Ember, veit ég. Ok. Það er svona kannski 2 þægileg matchup á móti Quop er allan að Puck og Ember. Sjáum hvað þeir gera hérna, þeir eiga náttúrulega nægan tíma. Já, ég geta alveg vel hugsað þessu Ég held að þú sendur allan ekki Tiny inn mitt á móti Quop. Nei. Það er að byggla þokkla vel að rosaður. Það væri verra er, þú veist, Snorra og Dörginni gætu svona in theory sett Quop carry og Viper mid. Já, ok, taka SF. Ok. Það er náttúrulega hitta sem á oftast bara frekar þægileg lane nema móti einhverjum hard counterum eins og Primal eða eitthvað. En ætti að eiga bara frekar þægileg lane. En já, nú er ég samt ekki alveg viss hvort það sé Razor eða SF carry. 5 seconds remaining. Já, ætla þetta sé ekki bara Razor carry SF mid. Mér finnst það líklegra, sko. SF á alveg allt í lagi lane á móti Quop eða þú veist, hann ætti ekki að vera alveg dumpsteraður allan að treyta svolítið bara farmi og það er Warlock Glassbeck. Ok, þarna kom teamfindin hjá Snorra og Dvergunum. Alright. Góð hetja með Vipernum og Quopinu allan að. Ok, Þetta er Centaur fjarki eða hvað? Nei, já, Centaur þristur Warlock fjarki held ég. Big Boy, já, Undying Viper, safe lane. Já. Síðan að þetta er Bangsi á Razor, já. Þannig að þetta er mid Razor og carry SF. Ok, Razor svo sem ætti líka bara eiga allt í lagi lane á móti Quop, held ég. Hann er aldrei að fara að vinna laneið en ég held hann farmi bara, veist. Ég held að Quop sé heldur ekki að fara að drepa Razorinn, held ég allavega.
Þú veist náttúrulega supportarnir hjá Snorradvörgunum ekki mikið að rótita, þannig að þeir eru ekki að fara að hjálpa þessari kopp að drepa Razor allana. Nei. Sömuleiðis fyrir koppina ekki mikil hætta held ég af Tiny og Jakiro eða þú veist, ná alltaf blinki út. Hún þurfti að vera með, þú veist, þurfti að vera eitthvað misplay til að hún myndi deyja í einhverju gangi. Já, einmitt. Ok, Carry Viperinn. Það rosalegt sko. Vilt þú kynna inn Snorra og dvergaliðið? Prepare for Vill ég kynna þá inn? Já. Segir bara að við erum með Thunderbandit á co-op. Já, meina þannig bara? Já. Já, við erum með Thunderbandit á co-op, við erum með betri gameferðir á Centaur, við erum með Glacier á Warlock, Nihilist Penguin á Vipernum og Big Boy á Undying. Mikið rétt. Í Dalabyggð þá erum við með Humble Dog Biggs á Shadowfiend, við erum með Fjörlala Femboy, Punktur Silkisif á Enigmunni, við erum með Beglu, Jakiro, Smörker, Signature Tiny og Bangsa á Razor. Mikið allsett í gangi, prósentumerki, snemma að sofa, gullakaffan. 30 seconds to battle. Bæði liðin fara bara upp á sitt eigið high ground og spila varnarleikinn. Og það eru Eidolons farnir í ferðalag. Já. Þannig já. Þetta verður bara klassískt bíta. Já, ekki mikið sem gerist og já, bíta bara þessum rúnum. Já. Svo fast þarna hérna, ég sé svo sem eiginlega ekkert athugavert þarna. Nei. Warlock með Black Grimoire, standard. Já, bara allt aðeinlegt hérna. Já. Aðeins verið að hrækja á Smörker til að byrja með. Þetta er alveg svolítið erfitt Tiny Lane sko. Þú veist, á móti Undying og Viper. Það gæti verið frekar flókið. Það er aðeins verið að hrækja á Fjörlala líka. Æjæjæj. Á maður sem ekki ætla. Erðu, Glacier, First Blood Bot á Erli. Það er rosalegt. Og Bot er Pásvenni Power en hann fellur en Penguin fellur fyrir þetta. Power return killið. Það er það er Við byrjum bara á hita sko. Já, alveg hasar þetta í byrjun. Það er ekki mikið verið að skoða einhver creep sko. Og við finna replay top, First Blood. Já, það eru 3 dauðir áður en þessi menn voru að fá bara sín fyrstu last hit sko. Þannig að það er strax hiti í byrjunleiks. Erni kemur reiður tilbaka. Middi líka, alveg mikið harras í gangi, báðir hálft HP og low mana. Svona draftlega séð, hvoru megin hallast þú? Þú ert náttúrulega aðal draftmaðurinn sko. Já, Hvað eru bara? Þetta er slow motion hráka hérna, já. Holy hrákur. Slow motion. Hrákur út allt. Holy hrákur. Já, ég veit ekki, ég fíla eiginlega meira að Dalabyggð drafti sko. Já, ég er eiginlega sammálaður með svona hallast meira að þeim sko. Ég held allan að Snorradvörginu þurfa alveg gjörsamlega að baka og loka mappinu fyrir eitthvað hratt með sínu drafti ef að þeir þeir þurfa að halda yfirhöndin allan tíman með Glacier að fara að falla, nei. Erlir er að hlaupa burt. Bói. Ok. Sleppur. Báður supportunum lifa af.
samt Fatal Bonds á báða sko. Já. En já, ég held nefnilega, þú veist, Enigman ætti að eiga frekar góðan leik hérna. Enigman, já. Razor SF báðar ógeðslega góðar hetjur. En á samanskapi þetta ekkert frábær Razor leikur þannig sé. Ég held að hann fari á árurnar bara og Enigman fær að kaupa sér, þú veist, Blink, BKB og Refresher og þessa ætama. Já, einmitt. En annars þessi, þú veist, SF carry svo ógeðslega gott. Ég held að þetta fari bara mjög mikið eftir í hvernig lane sinn fara, sko. Þú veist, bæði lið vilja vinna lanes og byggja upp tempo og taka yfir mappið. Já, einmitt. Koma snjóboltanum á stað. Já, en ég held að comeback potentiali sé meira hjá Dalabey, ef þessi early game fyrir ekki alveg eins og þeir ætluðu sér þá, þú veist, eiga þeir allan inni alltaf þessa hólu og tiny tossbacki, bara svona jökk til að henda. Tún niður, Sona og báða alveg út. Big Boy er alveg í ruglinu held ég. Eða hvað, hann er mjög tætt. Það er rétt sleppur. Og Smörker fellur mögulega í staðinn. Já, alveg, nei. Fyrir færið. Wow, hann lifir með 25 HP. Og röldi bara í base. Já. Fínt reset. En já, mid eru bara að treyta farm í kvoppin aðeins yfir höndina. Ég veit. En já, ég meina, Enigman er ekki alveg að ná Nei, þú veist, þessi Viper er náttúrulega bara að hrækja, sko. Já, og hann náði ekki stakkinu samt þannig að Enigman rétt svo lifir. En þarf að lappa í base og missir af heilu veifi þarna undir turnunum. Smörker kemur nú í XP, en já, ég held þetta level 1 shenanigans þannig að hafi aðeins svo mikið fokkað þeim upp, sko. Já, smá allavega. Báðir frekar lóa þarna topp. Ég meina SF-in er samt klifra í denium með XP advantage. Þeir að góa á Enigmuna. Það þarf að micro þessum Eidolons. Eidolons deyja samt bara á móti þessum Tombstone. Deyr bara, holy shit. Er þetta vakalegt? Það er híti, heyrðu, ok, Warlock er fellur. Á killtop. En já, það er alvöru híti hérna á botlinu, sko. Viperin er alveg að fara helviti illa með það. Já, segðu. Þetta er líka nákvæmlega svo þarft ef þú ert að spila einhvern carry í Viper, sko. Þú þarft bara að búlja gæðan alveg út. Einmitt. Við erum að fá kills. Hérna lítið. Bergur elskar Volt. Kannar með þetta. Kraftarinn. Markus að bara falla? Já, hann fellur. Það er þetta búr Fatal Bonds en Figgy er ekkert hættur. Gott kill fyrir SF-in. Mjög gott. Já, ég held nefnilega líka, þú veist, þegar SF-in er komið með, þú veist, 4. Þegar SF-in komið með Satanic, þá sé ég ekki alveg hvernig hann eigi að deyja. Eða, þú veist, hann deyr ekki í einu sentorstoppi og inn í kroppspelun og eitthvað, þú veist, ég held bara að hann mun aldrei ná að bursta niður. Nei, það verður allavega helvíti flóki, held ég, sko. Svipað með Razorinn líka, þú veist, þegar hann byggir þessa árir sem ég held að hann muni gera á millinu, eða þú veist, þeir eru með nógu mikið damage í liðinu. Ég held að hann vilji bara fara í, þú veist, Greaves og jafnvel Pípu og Crimson og þetta til þegar hann er að fara hérna í Arcane Boots. Já. Geggju prófa milda bangsa. Já, rétt. Thunderbird var að hugsa að dæfa hann þarna en hætti við. Já. Ég hef nú bara verið að vilja sjá hann gliffa veifið þarna og allt hann, sko. Já, reyndar. En hættu við náttúrulega TP-in sem að geta komið. Og supportarnir heilbrigðir hjá... Já, 2 secured wisdoms bara, segja hvort liðin. Já. Já, Enigman er ekki á nógu góðum stað, sko. Ekki alveg, en... Hvað hann hefði viljað, sko. Og var ekki Viperinn bara með Caustic Bath facetina? Hann var ekki með þarna... Jú, mér sýndist það. Sýndist það að vera með Caustic Bath. Einmitt. Já, einmitt.
Þannig að þetta er ekki einu svona það sem er að baka en það er tossback. Það kemur rotation. Aðeins svo langt. Reisor mættur. Hann fær smá heal á Vipernum og Lotusinn en hann fellur Hann ultar. Þeir ætla að leita að Tinyinu líka. Nei, Tiny, sorry. Undying. En top. Ok. Settar fyrir Jackir og við taka því nú. Já. Slangar meira að það þarf að passa sig sko. Segðu. Getur alveg komið kopp-tippin, nei kopp tippið á bot reyndar. Taka Undyingin. Undying fellur og kemur strax tilbaka. Skrými! Nær honum! Vá maður, ég held... Það var svona gjörsalega bara á seinasta millimetra eða? Þetta var on the edge sko. Já, það er búið að æla hérna á Enigmana og hún fellur. Æjæjæj. Á meðan er Warlockin í geggju chilli top og er komin með level 6. Bara farma bara. Á ennþá bókina líka. Já, með 3 staka á bókinni maður. Ég held að vilja örugglega bara eitthvað bonsa SF-inn og Guleman sko. Eða þú veist, hann deyr bara. Já, einmitt. Ég veit ekki alveg hvað hann á að gera. Hann alltaf, já, hann alltaf bara bílæna í hann. Fáum TP á Tiny. Vel spilað hérna hjá Glacier. Hann últar. Byrjuð þið ná? Nei, hættu. Ha? Golem leitar, Golem leitar. Goleminn... Golem finnur ekki. Goleminn hlýtur að vera 4, Koma svo. Lengst var ekki. Koma svo. Nei. Það er no way að lifi hérna sko. Þetta er svakalegt. Hvað er movement speed á Golem? Nærnunum, ja? Nei, ég held ekki. Nei, 320. Æjæjæj. Frábær björgun hérna hjá Smörker. Já, vá. Svo hann replay hérna að fætunum bot, hérna kemur Þetta bot. hlýtur að vera... Maður er ekki einu svona í kóninu, sko. Ef ég var að spila þessa kopp, þá hefði þetta aldrei hitt, sko. Þetta er eitthvað blessed by Gabe-in dæmi, sko. Já. Ég drepa Jackiro. Já. Dire's top tower is under attack. Byrjaði að koma að pressa á topptutinu, en Biggs er level 8, er komin í jungli, núna hann étur upp þennan jungle. Já. Ansi hratt. Já, Vipernir eiga sturglan leik, sko, líka bara, þetta er náttúrulega first pick Viper, sko. Já, einmitt. Þeir hafa alveg náða, og er að fara í Mage Slayer, ég er bara frekar ánægð með það, mér finnst það minnka damage alveg rosalega frá Razornum og gefur honum meira magic resistance til að lifa af með, þú veist, komplementa vel með passífunu og getur gefið honum þetta auka tempo sem þeir vilja halda uppi. Já, einmitt, algjörlega. Er náttúrulega klassískt á Viper, eða þú veist, þú getur náttúrulega keypt bara svo mikið af mismunandi itemum á Viper, sko. Já, er það ekki bara eftir hvaða ról þú vilt fylla inn í, skiljur, þú veist, hvað þú vilt fara að gera? Jú, einmitt. Hörðu, Markus góða, nei. Ég veit. Lilja er fá eitthvað, verðu. Hörru, byttu, hann ekki på. Sæll. Öskrað á Tinyin. Blinkar inn það. Risa 4, hann mun falla. Nei, eða hvað? Eða hvað? Jú, hann hlýtur að vera hann með takarinn, já. Ok. SF deyr. Það kostar helviti mörg chipi og þeir eru ekki að fá neitt fyrir það. Nei. Jú, ok, þeir fá Warlockin. Já. Já, Centurinn dregur aðeins veifið. Kemur spurt á meðan er mikil pressa á millunni. Það var ekki koppinn bara að pússa inn. Jú. Já, komið smá pressa þarna. Já, þetta lítur nú bara helviti vel út fyrir Snorra dvergana eins og er. Já, segðu. Þeir ná að halda uppi allan þessari pressu. Einmitt. Já, Enigman væntanlega með drums á leiðinni, I guess. Og fer síðan bara, já, Link, BKB. Það er búið að æla á hann, en... Það hætti við. Já, bara reka hann burt. Það er smók á leiðinni.
Ég smoke, smarker, Spottaður. finnur Warlockinn, tossar hann inn. Oj. Fyrir damage. Oh my! Hola, Kemur samt bara á supportana. Þeir eru ennþá lifandi á supportunum. En Tombstone ennþá uppi. Viperinn, Viper. Viper deyr, en Bouncy deyr líka. Þetta er svo mikið Miglið deyr damage líka. frá Fake-a-Pons og Warlockinum. Er Smörkur bara deyða líka? Já, Smörkur bara deyða. Þeir náðu, ég meina raid boss down, en þetta kostaði hólu, Razor ulti og 4 líf, sko. Já, einmitt. Makro, golem, stampede, allt nota nánast. Ekki einu worth it fyrir það þannig sé. Nei, ekki. Nei. Græddu meira á þessu Snort Orkanir. Radiant's top tower is under Já. attack. Dire's bottom tower is under attack. Ok, space fyrir Bigga, I guess. Hann er nú alveg að halda sér uppi í netfældi. Já, já, algjörlega. Worthy tribute. Smörkurinn Viper er þarna. Vilja ná Tossi inn í Requiem. Nærðunum. Já. Yes. Og Nihilist Penguin fellur. Frábæðilega spilað hjá Dalabyggð. Smá vel gert, sko. Þetta er svo gali kombo líka þegar hann lendir alltaf sko akkurat ofan á. Já, bókstaflega. Þannig að hann fær allar línurnar í sig. Já, maximum impact bara. Það er DD top. Já, ég held nefnilega að ekki Koppin búin að fá bara öll rúninu eða ég held það. Jú, ég hallast að því, sko. Það var hana flest. Ég verði að játa það, það er búið að fara smá fram með mér. Opnaði hérna einn Red Bull. Not a sponsor. Joke, sponsor. Sponsor. Value Cloak. Komið á sentorinn er að rössa pípuna sem er bara fínt. Já, já. Líka líka damage að helviti mikið frá þeim. Veit ég ekki alveg, ég meina Viperinn, hann er að fara, ok, hann er að fara í Manta og síðan hvað, ég veit ekki. Ef ég var að spila á Viper, Butterfly, Skadi, eitthvað svona bara, held ég. Já, ekki bara svona standard Þú veist, ég held að þurfi ekki... lemja carry. Já, ég veit ekki alveg eins og hvort það þurfi bygg-up-ið. Þú veist, hann vill kannski Pike móti Razor ef að Centaur ultið er ekki nóg. Hörðu. Hossa inn Centaurnum. Og á Centaur, það er makro, stampede út. Hleypur samt mjög hratt. Já, hleypur burt. Ok, ég treyta þessum ultum, það er bara fínt. Já, Já, ég held líka, sko, AC gæti alveg verið lúmstjarna fyrir Viperinn líka. Já. Það er alveg sterkt á móti negata svolítið þessu Razor mínus armor, SF mínus armor. Ég held nefnilega líka, þú veist, þeir þurfa að byggja einhver armorættur líka, sko. Þú veist, þeir eru með Mage Slayer og Pipe, en ég held að þessi armor getur orðið ansi hættulegu fyrir á seinna meir. Já, eftir því sem maður líður á. Já, það þarf allan einhver, þú veist. Halló. Kopp getur farið í Sivas, Centaur getur líka farið í Sivas eða farið í Lotus. Mike Reason. Já, Reason. Ekki gera. I'm seriously getting tired of this place. Nice, maður. Þetta er pósa, sko. Heldur að stytta þín komið svona? Herðu, það er eins gott að hún komið svona. Yes, maður. Face of Dota. Þetta er svo mysterious mynd. Já. Við blinka burt. Smörkur inn. Þetta er svo gott. Þegar Tiny er að dewarda, sko. Ég heldur að Tiny hlýtur að rukka bara by the hour fyrir að dewarda, sko. 100%. Ekki by the project, sko. Nei, aldrei, sko. Hann er á tímakaupi allan tíman, sko. Já, turn nr. 2 sem er fellur í þessum leik. Jú. Það er bara að pressa. En, já, þið teikna hann á mappi, þið vilja fá toppturnin, en veitu, bánsið, þeir kemur í bak hérna. Það er sjá, Tombstone niðri. Góð hóla. Viper down. Undying. Vá maður, þetta grífs hýlt. Holy. Svakalegt. Undying tankast helviti mikið. Já, er það grínast eða? En þetta eru 2 mjög mikilvæg kill fyrir þá. Og þeir missa engan í staðinn heldur. Nei, þetta var bara
Akkurat það sem Dalabey þurfti. SF-in kominn efstur í networthið. Viper núna byrjar aðeins að fall off. Já. Já, hann er að fara í hybrid buildið á SF. Ég fíla það actually eftir að lanein fóru svona bara frekar lala. Þannig að hann fer væntanlega í, þú veist, Yasakaya, Blink. Maður er með 9 stacks á bókinni, hvað ætlar hann að komast í level 20 bara? Já, ég skil ekki alveg hvað Warlock-spilarar núna eru að pæla, sko. Þetta var svo sterkt, þú veist, maður var að fá kannski 2 kills. Og raun bara Russell level 6 í þinni. Já, mitt. Verður Glacier sleppur, það er ekkert annað. Nota Centaur út í, hann Markus að vera að deyja fyrir þetta. Gunnar upp á Centaur. Já, hann er döð. Já. Eða hvað, hann er með pípu, hann er mjög tætti, en... Þetta er ekki nóg. Nei, ná topptörnum á meðan. Og Glacier fellur líka. Tiny nær Warlockinum. Já, Viper og Kopp voru bæði topp farma og húsannan turn. Já. Og hann er actually með BKB-Q-an upp á Viper, þannig að hún líður eins og hann þurfi það. Já. Tiny er alveg að vera að koma með blink. Radiant's bottom tower is under attack. Já, Bangsi leiðin í pípu. Komið Glimmer á Warlock. Já. Hvað, já, hann er fyrir Mekka undæðing á. Já. Þeir eru með mjög mikið sustain í Snorradvörgunum. Það er 5 mann smoke hjá Snorradvörgunum. Já. Það ætla að leita af... Þeir vilja bygga, sko. Þeir vilja bygga. Sjá hann ekki, en þeir vita hann sé að farma þarna einhvers staðar á svæðinu, en Biggi veit, sko. Hann finnur eitthvað á sér. Herðu. Fundu þeir ekki Warlockin í skannuna þarna? Ég held að þetta er Radiant skann, þannig að... En það var skann á undan þessu, sko. Ó, Biggi lappar inn, já! Já, hann lappar bara byggt inn, já. Greið kalli. Últi. Nær samt að últa og lappar bara burt. Já, ég. Þetta er nú málið, þeir eru ekki með nóg mikið burst, sko. Nei, mitt. Pristum það sem ekkert hafi gæst. Og Enigman að pussa bot, það er fínt fær tipið hérna frá Undying. Góður, djúpur ward hérna frá Erni. Er þetta eitthvað sem þú kendir honum? Nei, það held ég ekki. Heldur ekki? Erni kennir mér allt sem ég kann. Nei, þú segir það ekkert. Ekki í sjónvarpi, sko. Nei. En ég veit að Snorri hefur nú alveg kennt Erni 1 eða 2 hluti. Já. Snorri kennir okkur öllum, sko. Já. En já, ég veit, það er tormentur hérna sem að Snorradvörgurinn eru búin að preppa, Dalabey vilja væntanlega gefa hann, en það er ekkert glyff. Enigman gæti alveg náðu þessum botthugni á miðan. Hann pressa bara. Já, ég mér sýnist það náttúrulega. Tilbúinur að forna turni fyrir hann tormentur, já. Þessum tormentur fellur rætt. Það er Glacier sem að færa sjardin, það er bara fínt. Getur pushað út wave öðvöldara. Mjög góðu sjard. Byrja mjög hratt að skeila, hann reyndar ekki með náttúrulega point í upheaval, en Ipparnir verða svona sterkari. Ok, SF-in er kominn bot með Dalabey, hann stendur bara fremst, liðið hans er svona fyrir aftan hann, þeir eru með augun á Viper. Tossback. Örðu. Stun. Hóla, let's go. Og hann cancelað með Golem. Biggi hoppar inn. Drepa allt þetta fyrir Undying, en hopp! Ok, þetta var... Núna heitum ekki. Lalli maður. Rest in peace. Og þetta er bara, já. Viperinn er bara til þau, já. Og Bangsi. Bangsi er að draga athygli. Kopp þurft að blinka út. Golem fallið. Glacier þarf að hlaupa frá þessum Eidolon. Herðu. Tiny go. Tiny hoppar inn, hann finnur Thunderbandit og drepur hana. Það er ennþá pressa í gangi á Smörkur maður. Smörkur í góðu chillin, hann labba bara fram hjá þeim. Já. Það er svo lítið katt á Snorradvörgunum. Þeir eru bara með þetta sendástöðan eiginlega. Já. Og þú veist, ok, Golem. Golem, já, en þú veist, hvað sem... Þú veist, tilbúin að henda út Golem í öllu tækifærum. Já, en... Ok,
Ok. Radiant's Já, middle ég tower is under attack. veit ég líka okkur þau sett ekki bara Razorinn og Karri og pikku, þú veist, eins og Ember. Radiant's Já, middle tower segðu has Þetta, fallen. eða þú veist. Eða eins og þú sagði Puck líka, Puck hefði verið ábygglega mjög góður. Já, Radiant's middle tower is veit under attack. bara ekki hvort hann spila hann, en ég menna bara eins og Ember, þetta er bara fínn Ember-leikur, þannig séð að þú veist að þú ert bara að setja upp fyrir liðitt og chaina mann og annan fyrir Razorinn, sko. Já, nákvæmlega. Radiant are scanning. En þið fannst þetta kannski vera of erfiður Razor Karri leikur. Vildu fá nýjan Karri. Já, já. Já, núna er Dalabyggð með 2K lead. Hvernig finnst þér þessi mynd af Glacier? Hvað segirðu? Hvernig finnst þér þessi mynd af Glacier? Wow, ég tók ekki eftir þessu maður. Sæll. Fjallmyndalegu maður. Já, stemmir. Það er góð hérna inn. Það er góð. Heyrðu. Ernir fær pípu, hann er rétt og lifandi. Slepp. Nei, slepp. Fellur. Já. Það er svona 4 hitjur hérna á myndinu og þurfti helvíti mikið til að ná Erni. Já, Dalabyggð er að nýta mappi betur, sko. Sektor er að tepja bot á Enigmana sem er að reyna að ná turninum. Hvað er að gera spot? Toppurinn fellur, ekki næjar, eftir sagt. Radiant's bottom tower has fallen. Næra hann út, næra hann út. Oh my god. Oh my god. Já, you are beneath me. Rólegur fjörlag. Holy. Gefa Pookie 5, god damn. Sjáðu líka myndina af Jökli, sko. Hann er fokkinn alvarlegur, sko. Laser focus, sko. Þetta er það sem ég er að tala um, sko. Jökull spilar Enigmu og hann kemst í eitthvað svona gýr, sko. Þú veist, hann spilar Enigmu, skítapa lane, en síðan á hann alltaf svona moment, sko. Síðan, þú veist, hann er búinn að eiga alveg fínar hólur hingað til. Það er bara ein hóla þarna sem var viffaði sem var náttúrulega kant sem strax var gúlum. Já, það er gúlum, já. En ég held líka, ég meina Warlockinn þarf þannig að ég geta að gera neitt mikið meira held ég enn að cancela þessari hólum. Ég verði andust til í að sjá hann. Veitu, góð hérna á Erni? Það er ok, bara fightingur rúni. Já, ég verði andust til í að sjá Warlockinn kaupa bara Aetherlands og blinka eitthvað, sko. Bara að ná að cancela hólunni. Algjörlega. Ég held að það væri alveg mjög sterkt play, sko. Er hægt að sjá Warlock items eða? Já, hann er að fara í Aetherlands. Já, ok. Ok, nice. Það er alltaf líka bara verið með súpuna í fjarska, sko. Já, einmitt. Það er líka nice. Ég veit reyndar ekkert hvort að þetta sé eitthvað standard á Warlock að fara bara í Aetherlands, en... Nei, ekki svo ég viti sérstaklega, sko. En ég meina blinkin alltaf solid. Já, einmitt. Koma þér í betra position. Enigman alveg að fá BKB sinn. Ég sá það og smókaði ekki þarna. Var ekki Ward sem að ég var þarna uppi? Já, einmitt. Já, einmitt. En já, ég meina Dalabyggð er örugglega að reyna að setja aðeins upp fyrir Rósin. Eru búin að pussa öllum leinunum út nema middleiðinu. Skanna hérna, sjá poppina. Ernir með góðan ward. Biggi stendur fremstur. Og er með backupið fyrir aftan sig. Ok, þeir bakka aðeins núna. Þetta gæti verið mannstu á 10 eða það var bara eitthvað 8 mínútna standoff í róspittunum. Og standoffið færði sig síðan bara í næsta, veist, í bot róspittin. Já. Gæti verið að stefna í þannig. Það var eitthvað annað. Já, það styttist í Shivas hjá Razor. Það fyrir að vera Aura King. Einmitt. Komið líka BKB á SF, þannig að hann er tiltuskið. Það er 3 manna smók hérna. Let's go. Warlockinn er að pussa út veigunum hérna. Það er svona erfitt fyrir að labba upp þetta hægnátt. Já, það er pínu sketchy. Erðu, Tiny Go. Tinyinn hoppa bara inn. Ulti, SF, Golem, allt saman. Golem notaður. Jökull er þólum ára á Enigmu, þannig kemur hólan á Viperinn.
Og hvað? Það er En Herðu, SF, fellur. fellur. Litla rugli maður. Gólemin Mikla. að baka og sko. Reisturinn að taka en hann Reisur endur fellur á að líka. fella. Dire's bottom tower is Og fjörulallir maður. Maður action á kopp, eða ekki? Er ekki kopp með ax eða? Jú. Finnur hann ekki? Já, action á kopp. Já, Doing what? sjá þetta maður. Þetta mitt. 3400 dens. Þetta var góð hola en Já. Sentorinn gerir vel að sóna út SF-inn þarna. Hann gæti eiginlega ekkert verið að lemja inn í holuna. Nei, nákvæmlega. Það var líka pínu röft góð þarna. Þú veist, Tiny blinkar náttúrulega inn með ekkert vision. Nei, Ok. mér sýndist að, nei, það var, ég held að það hafi, Þú veist, ég held að þessi obsar hafi komið eftir á. já, þetta er byggla líka. Ég held að þessi obs hafi komið eftir á. Þannig að þeir blinka eiginlega inn Já, bara út frá skanninu. ég held, já, einmitt. Það er komin Aegisinn á Viperinn. Dire's middle tower is under attack. Warlockinn, já, kom með Aetherlens er bara að fara í, hvað var þetta? Axe var það ekki? Já, einmitt. Jú. Þannig, það er annað 5 manna smók. Já, Ward komið niður, Sour Razor. við erum bara að reyna að setja örugglega upp einhverja góða vorda hérna Enigman samt, þeir finna Enigmuna en Jökull bakkar bara. Dire's bottom tower is under attack. Ó, ok. Stomp á Enigmuna en það er ekkert Það follow, bara, bara aðeins að augra. já, ég er bara smá flex. Sýnur að mann getur þetta, sko. Já, já. Ok, Stordvörgarnir bakka aðeins frá, það er náttúrulega búið að pussa út middvöðinu. Svo sko, það er þarna 4 rauðir wardar sé ég á mappinu, bara þarna eiginlega í línu. Þeir sjá eiginlega allt annað topp og þeir eru með líka góðan wardarna í anna. Dire Já. are Í triangle. scanning. Þeir sjá alveg helviti mikið af mappinu, þeir vita, þú veist, Já. já, það er hvað, 3 radiant wardar á mappinu. Já, 2 í triangle-inu hjá Einmitt. Dire, þannig að þeir sáðu það einmitt líka. Þannig að, já, Dalaby finnst þeim alveg vera, segir maður, þægilegt fyrir að lappa bara. Agrams farin í refresher. Já, ok, einmitt. Double Já, go á all hann- the way. Hann á samt bara mana sko í þá bara golem, refresh og golem. Hann má ekki kasta öðrum spell. Ok, jú, Arcane Boots, Hann er með arkinn, ok, sann. hann getur kasta bond, double bond þá. Já. Gæti náttúrulega keypt, ef við erum með Lotus líka. Það var klassískt moment einu sinni í Radiant's middle tower is deildinni, það er góð hérna á SF-inn. Hörðu. Það er öskra á hann, Hann últar, hann últar, sleppur hann, Big og Björn, sleppur, helviti steit, Viperinn lemur hann. Og hann deyr. Það er frábært kill hérna mjög. og þeir ætla að færa sig yfir í Tormentorinn. Já. Eins og maður gerir. En já, það var gott moment einu sinni í deildinni þegar að Bergur var að spila Tide og var með refresher í high ground hold en átti ekki mana fyrir kombóinu, þannig að hann var með einn stóran Lotus bara tilbúinn og náði þá rosalegu refresh Ravage playi til að snúa leiknum við. En já, ég meina hægt og rólega að fá Snorradörginu meira lít hérna. Já. Það er núna, já, 60-40 windprop fyrir Raudir, nei Radiant's byrju, middle tower Bakker, is jú, under ok, attack. Dire's top tower is under 60-40. attack. 4K, network lead. Já, ég held að mitt að það, eftir að þeir fengu Aegisinn, þeir eru búin að, þú veist, það var eiginlega bara alveg jafnt þegar þeir fengu Aegisinn, þannig að þeir eru búin að græða 4 skall á þessu. Já. Og náttúrulega stoltið að map controlli og svona, þeir voru ekkert mikið að fara yfir ána síðustu tímingunar áður en tóku þann fight. Nei. Hann allar rauð bara. Herðu. Koppinni er tossað út. Herðu, Hóla samt í Golem. á Viperinn. Hvað kemur Golem?
Golem. Eiga meira. Nei, Þeir engin ná að Golem. drepa Warlockinn, engin Golem. Nick vann. Djörulega leir var að falla fyrir Já, En Viperinn. Oh my god, no way. Markus Fellir, hvað er að fara að gerast hérna? Já, Ok, hann er loksins barinn til dauða. Já, þeir Koppinn fekk að PR. ljóta, já, kemur Nei! Hann er ekki vanur að vera með. Gesta kæja. Fellir fyrir þetta líka. Æjæjæj. En Bangsi, hann er að lemja Viperinn. Þeir ná Vipernum. En Reis og Fellir líka, maður. Já, Jesus Christ maður. 4 fyrir 3, en þetta var náttúrulega 80 sin líka. Já, einmitt. En, Þannig að 4 fyrir 4 er í raun og veru. já, Dire's middle tower is under Tiny ætla að reyna að halda þessum turni eitthvað. Og Forstaff líka, já, hann er góður. Já, En, já, fyrst í tier 2 turnina fyrir Dire's snorðverkana middle tower has fallen. sem að græddu meiri gull á þessum fight. Samt allt er lagi fyrir Dalabyggð, held ég. Er hægt að sjá SF items. Pike, já, leiðin í Baby Grit. já, og svo- Data Lucy, Já, Data Lucy, sko. einmitt. Já, þetta er svo sem bara hefðbundna hybrid buildið. En já, ég held, þú veist, þegar hann fær hann Data Lucy þá gera hann alltaf miklu meira damage. Já. Þetta er að fara að vera alveg helviti náttúrulega- sker í SF þá, sko. Já, ég meina þeir outscala á alveg í Dalabyggð. Ef að leikurinn fer alveg late. Já. Já, Viperinn á leiðin í Butterfly. Ég held Já, líka, já. það er svo vissinni með þetta hybrid build er að þú veist, SF-in er ekkert að fara að kaupa sér MKB. Nei. Nema þú veist, þegar hann er orðinn 6-lottaður og vill kannski fara, þú veist, selja þá bara Yasakaya og kaupa MKB í staðinn eða eitthvað. Já. En þú veist, hann er ekki að fara að kaupa það nærri í strax. Ég stakka í Radiant Triangle. Get ég notað það. Þörst þetta niður bara á 0-1. Já, bara, ég meina frekar rólegt núna, engin Aegis. Norðurgarnir finnst þeim ekki alveg nógu sterkir til að fara lengra út á mappið. Dalabyggð halda sig nálægt hvoröðurum hérna á botlinn og halda því pushið út. Náttúrulega með miklu betra wave clear eiginlega í Dalabyggð, þú veist, þeir senda bara Eidolons á wave, þeir eru með Reis, þeir eru með Reisorinn líka sem að cleara creep frekar hratt. Já. Tiny líka, það er bara eitt toss og út dreipur creepið og Jaggeron líka. Já, nákvæmlega. Annar góður djúpi ward hérna hjá Erni. Are scanning. Þeir eru að fara að finna Centaur Top Já. og Viperinn. Já, nákvæmlega, bitu. Góða annar Markus. Já, Það er hola. Hóla. Hóla og hann fellur að fara fínt að nýta hóluna og fá killið. Já, einmitt. Það Ekki er leið hvað sem er ekkert annað að gerast á mappinu. Nei. Alveg var að koma með Baby Grit á SF. Og já, hann er að fara bara í hex beint á Tiny. Radiant's courier has been killed. Damn. Starínið, ekki strax hjá Coop. Nei. Já, Warlockinn er ennþá bara að vinna í refreshernum. Jú. Já, ég veit ekki alveg hvað Snorradörgarnir, þú veist, þeir þurfa eitthvað neginn held ég að keyra upp tempóið, sko, þú veist, Já. keyra á hann toppur. Bara Já, algjörlega, sko. Halda pressunni gangandi, sko. Já, þú veist, þeir þurfa líka bara að fá eitthvað hex, sko, ég var til að sjá Kokk kaupa hex eða jafnvel, þú veist, Centaurinn fuck it. Já. En þú veist, þeir eru bara með eitt stomp og ekkert annað. Einmitt. Þú veist, þeir þurfa svo mikið að bíða eftir að Dalabyggð make a move á þá, en Grípa einn Atos eða Glitni eða eitthvað bara, þú veist. já, bara eitthvað smá Hvað lokka. catch.
Styttist í hann á Butterfly líka. Já, mitt. Þeir eru kannski bara býtið því að Viperinn fá það. Það er náttúrulega, þú veist, hann er basically að fara að lifa 30% lengur. Eða þú veist, með 30% meira HP með það held ég. Eða SFN næri ekki að lemja. Alveg verið að koma Daedalus. Líka ég er level 22 á SF sko, hann er helvíti sterkur þegar hann fær 25 með Daedalusnum. Já, við erum komnir í 5 manna smoke. Þeir eru að fara að leita í jungle. Hörðu, hann er að TP inn á SF. Bíddu, ok, þið gæti fundið hann. Bói. Hann sýnir sig á veifinu. Hann er pingaður út. Gæti verið mjög slæmt. Hann pikk á BR, hækkar út. Ústar en það er ekki nóg. Allir hlaupa mjög hratt í burtu. Já, bara dip sko. En já, frábær kill hérna hjá Snorra Dörgunum. Þetta er akkur það sem við þurftu. Og lágvonandi að opna turbinina. Það er samt góð pressa frá Dalabey á mid og botlaneinu. Eru þeir að fara að finna fjörur? Nei, skauta bara fram hjá. Og það er annar rós fyrir Viperinn. Þeir vita. Eru að fara að sjá einhverja huge húlu. Já, ég veit það ekki. Vilja þeir fæta þetta á næstum? Nei. Hvað? Þeir ná kannski að trufla og þeir eru ekki mjög hraðar að taka þá. Geti á Tiny. Henda bara inn spellum. Þeir ná allan að hægja á þessu. Það er núna bara hálfmínúta í SF-in. Það er samt 4 manna smókina. Bói. Þeir ætla að leita og þeir finna ekki. Finna ekki? Ok, wow. Settorinn er þúlumóður. Cancela blinkinn hans. Ok, þeir eru actually að ná að halda þeim bara frá rósinu. Pípan notur líka á Centaur. Þetta var smá bara svona kýtlaspöng. Það var gaman. Já, ég meina SF-in er komin aftur. Þeir geta klárlega að fæta þetta núna, Dalabey. Þú veist, ef að, já, þeir vilja ekkert halda áfram einu sinni. Já, nenni. Það er bara back to farm. Já, ég held nú að... Hver er staðan á þessum Octarine hjá Co-op? Er hún komið með Octarine? Já. Hún komið með Octarine, ok. Já, og Sjardin á leiðin líka. Byrju, hverju er hann að dó aftur? Hei. Þeir voru lokað líka alveg að fóra í frá sér. Og loksins er þetta Butterfly að klárast hjá Viper. Gólinn minn! Hann nær bara undan í Black Hole. Hann nær honum þó. Hann kemur aftur. Viperinn fellur. Rísna kopp öskurinn hann er í miðjun á fætinum og hann... Vá, SFN lemur svo fast. Maður. Triple kill á Biggs. Fætin er aðeins splittar hérna. En Dalabey on top í þau, okkurinn, já, hann hægir á honum, finnur hann. Já. Erðu? Já. SFN er góður. Já, hann er góður. Og Centaur fellur. Centaurnum líka. Þetta er ferskur leikur, maður. Já, frábær fæt hérna fyrir Dalabey. Þú veist, þau fengu meira þess að ekki bestu hólu sem ég hef séð. Nei, ég veit. En þetta var bara nóg. Þau náðu að kæta úr BKB-in hjá Viperinn, Razorinn komst á hann. Með Daedalus í backpack. Já, borða Lotus. Borða Lotus. Og góða rós. Já. Núna er tíminn. Ég held að það sé bara rétt ákvörðun hérna. Já, algjörlega. Já, 80s á SF. Banner á Razor. Þú veist, eins og núna er leikurinn aðeins búin að snúast við og það er samt ekkert mjög þægilegt fyrir Dalabey að lappa bara upp á high ground eða þú veist, þeir eru með gott wave clear, þú veist, Warlockin getur alveg að halda high ground, Kopp líka, Viper líka. Já.
Ég held að það verði ekkert alveg walk in the park, sko, en það spurning hvort þeir ná einhverjum pickos ef einhver stingur trínun út, sko. Já, ég held að þeir eru örugglega að reyna að fá eitthvað svona tossbók eða eitthvað. Ég held að ef SF-in labba bara upp með Aegis, hann verður bara Viper últaður og fær einhverja nokkar spells í sig, low cooldown spells og missir Aegisinn. Og þú veist, þá eru allir spellarnir komnir aftur off cooldown. Já. Viper ulti er bara 30 sekundar cooldown, svona senkið þig. Heistaði Tiny maður. Tiny með Hex, hleypur hratt. Hleypur hratt, kýlu fast. En já, þeir eru mættir á topplinni, klára síðasta tier 2-in, eða vilja það. Það er aðeins búið að stoppa Razorinn. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Já, SF kom með 25. Þannig að þessi Raze gera ansi mikið damage núna. Applies attack damage. Goddamn. Þannig að hann er að fara í, hann að fara í sviftblink bara á SF? Hallå Tujóna, hallå! Hvað er hann að fara í? Já, sviftblink, ok. Já, ég meina, ok, gefur hann attack speed en þeir þurfa einhvern veginn, held ég samt að ná að bursta þennan Viper, þú veist. Náttúrulega, því hann er ekki með MKB. Þau þurfa að ná að bursta hann í einhver spellkombói. Það helst. Já. Radiant are scanning. Skanna triangle, finna engan. Nei, ég meina Snorðdverkarnir bíða bara sínu eftir að Dalabögg kemur upp. SF-inni byrjar að lemja, hann er svona aðeins varkár. Smá smækur. Ok, Viper sýnir sig og hún tossar lengst inn. Já, hvað? Hann náðu ekki að hóla hann. Nei, og núna er hann bara í miðjunni, sko. Æjæ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 j
Vá maður! Fyrir hvað, var þetta bara kvopp öskur eða? Af hverju er það svo ógeðslega low? Ég sá allan bara hvað öskri, ég misti alveg. Svo hvað hann fær síldurinn, þeir drepa samt Jackir Jackir og fellur líka maður. Þetta er algjörst disaster hérna fyrir Dalabyggð. Já. Radiant's middle tower is under attack. Já, ég var að búast við að þetta myndi vera svo clean, bara hexa Viperinn tossanum inn í Requiem. Ég mitt. Og svo Eða bara... þá að fá þetta Black Hole follow-up, en hann var aðeins og seinna á innbúinni að mæta þarna. BKB Stampede og hann er náttúrulega bara horfinn á þessum Viper, sko. Já, mitt. Dire's bottom tower is under attack. Dire's structure. Þannig að já, enn og aftur snýst þessi leikur svona aðeins við. Dalabyggð komni núna í sinn base að bíða og Snorri Dörgarnir kláraði þetta tier 2 nummer 2. En ég meina Snorri Dörgarnir heldur ekkert með frábært high-ground þegar Goleminn er dauður. Ég mitt. Ég Viper með Shardin nokkuð eða? Já, það kom með Shardin, þannig að það er alveg eitthvað. Ég mitt. Púsar alveg ágætlega hratt með því. SF á hliðarlínunni. Þurfa að passa sig á einhverju tossbakki. Ég bara stinga bara af. Já. Vel gert. Ok, ná tier 3 turninum allavega, en ekki mikið meira en það. 3 mínútur alveg í næsta Rose spawn. Biggi er að fara í Satanicin núna. Já. Tormund er hérna líka á Undying, hann er komið með Tomb Save-ið. Hann er ekki með Blink samt þannig að hann er bara með Glimmer, bara healing og items hérna. Eða buff segi ég. Já, það er 5 manna smoke hjá Dalabyggð. Ok, já, ég meina öll leiðin eru pushuð út eiginlega, þannig að þetta er fín tímasetning fyrir smókin. Vilja reyna að finna einhver topp en Snorri Dörgarnir eru með
einhvern hitting bot. Jú. Það er bara smoke á móti smoke. Hver finnur hvern fyrst? Munur þurfa að sína sig á þessum midwave samt. Já. Það er að pússa svolítið mikið inn. Snorðdvergarnir er svolítið ekki alveg að sína sig alveg strax. Viperinn sýnir sig. Mögulega. Nei. Drillu. Bitu. Liðin fara bara fram hjá okkur öðru. Viperinn er að tipja tilbaka samt. Ok. Þeir sjá hann. Bitu. Já. En þeir eru alltaf í sektorinn sem er skilinn eftir, eða hvað? Það er enginn á með honum. Já, finna sektorinn. Já, finna sektor. Hann er tossað til loft. Allir hlaupa hratt. Tombstone kominn. Allir hlaupa mjög hratt. Já. Og ekkert meira gerist. Nei. Flott. Herðu, bitu. Big Boy labba bara aftur inn. Andagi. Big og B á innliktmu. Það er hóla. Það er rísa hóla á Viperinn. Viperinn deyr. Centaur fættur triple kill og hotdog. Já, Golem kemur allt og seinn. Já. Holy moly maður. Já, Undying dó líka náttúrulega. Hann bara reis upp frá döðum. Já. Er Undying bara betri í Jesú? Hann er miklu fljóttur að rísa upp frá döðunum heldur. Læti sjá sig strax bara. Já. Ekkert kjafta. Ég veit ekki. Skulum ekki ræða þessi mál hér kannski. Ég veit ekki. Fólk má hugsa þetta. Jú, að sjálfsög. Ok, það er 2 buyback á Warlock og Centaur. Já. Og hvað? Það er aðeins öskra á Estafinn. Ok. Tiny líka, tekur mikið damage. Tiny kemst út. Bánsli bara að berja. Fá hálft rax allavega. Eina rax byggingu. Já. En neyðast til að bakka. Fengu líka þessi 2 buyback. Og bara spurning. Kostaði sig ekki bara að bíða eftir Rose. Reyna að taka eitthvað svaka búst þarna. Já, ég meina það er 5 seki að Rose geti spónað. Sýnist mér. Alveg að þetta er í fressir á viknu líka. Vil samt úrlega að geima bæið sitt. Já, þetta er mjög hratt Rose spawn. Mjög það er bara hratt. insta spawn eiginlega. Og Snorðdvergarnir er á staðnum en hann er að fara að færa sér botn eftir hálfa mínútu. Nei, farðu tilbaka! Þetta gerist á öllum streymum. Þetta er svo leiðilegt, sko. Þetta gerist án jokes á öllum streymum, sko. Þetta er farðu inn, taktu sopa af vatni, labbaðu svo út, skilju. Án jokes, sko. Æjæjæj, maður. En ok, þetta er svo sem gerir engan skada. Nei. Við munum sjá hann labba í gegnum midveið, held ég. Já. Finna Warlockinn. Wow. Það er Axe uppi hérna á Jakiro, en Jakiro deyr bara út af blade-melnu. Estafinn hoppar inn. Bangsi svolítið langt frá. Kopp líka. Þannig að eina sem gerist er að Centaur er góður og Jakiro deyr út af blade-mel. Já. Drepa túminn líka, ok, flott. Svo kemur lurkurinn á það maður. Já, ég meina Rose kom inn. Hvað er langt í hólu eða? Já, hólan Vá, ok, hún er bara dætt inn. Ég vilja örugglega finna eitt pick-off í viðbótina áður en... Já. Áður en það góa, sko. Sjá. Boppa komaði inn á hliðin líka. Góaður Enigma. Það er búið að stoppa Enigmu. Hann með hólu. Veit ekki alveg hvað hann gera. Já, hann hóla bara. Já. Kemur Golem cancel. Kopp er að vera barinn en hún blikkar út og Big og BR. Það er elda. Nei. Já, hann bara kastar hann heim bara. Já, þetta er Razorinn fellur á hliðinni. Já, hún er bara primetime. Takk Rose. Ok, þannig að Snorðdvergarnir fá þannan Rose nr. 3. Já. Þetta er alveg leikur, sko. Það er bara fram og tilbaka endalaust. Það er það sem við viljum. Tiny samt vill trufla og vill ekki gefa þetta alveg frítt. Nei. Hann er bara eitthvað að vera leiður. Fættur fyrir það. Eftir að falla á... Hann Big og BR á SF.
Holy. Hann forst að fara sig inn. Þetta er helviti hættulegt. Enigma bæjar. Þeir vilja ekki gefa þennan rós. Nei. Það er refresher líka á kopp síndist mér. Hann er næstu komið refresher á... Engin hóla á Enigma samt. Nei, betur klikkar inn á þetta bæta hann að bygga mér. Ok. Hún ætlar að... Hún er svolítið að elda. Ok. Snorkerinn bæbakka líka og er TP inn. Reisum TP inn líka. Rista SF úr lík. Öndæðing fellur, náður þessu rúm. Enigma er dieback, Tiny er líka dieback. Viperinn er eins og kongur í ríkisinu hérna. Viper er döður. Triple kill á Thunderbandit maður. Og SFN þurfti bara að TP í fountain sko. Þetta er Jackir og Bæjar en... Nei byrju, SFN er þarna. Já. Byrju TP, hann var með Satanic örgulega. Það er góður. Vikli bæbæk. Þeir ætla að klára rósin. Gera það, en það er líka ostur í búið hérna fyrir Viper ef hann vill fá mana þessi. Það er refresher og allt í búið, enginn hefur áhuga á því. Nei, til hvers? Þarf við. Þarna, double stampede. Stendur hann kemur. Byrju, þeir tepja samt bara í fountain, þeir þurfa að pusha þessum lane, sko. Það er öll buyback notuð á Dalabeg. Þetta er bara, ég hef sýtist það, sko. Eða hvað, bæjaði SFN eða á hann... Getur fengið að sjá buyback. Stathús. Ok, SF vandar bara 200 kall, eða 300 kall. Já, mjög stutt í það, sko. Já, aðeins vera að kota í erni hérna, en... Það er ekkert upp á því. Já, það er sko 70 sekundur síðan allir þessi dóu án bætt. Þetta á prime real estate bara til að bílneina. Já, ok, Viperinn er að hlaupa hratt. Já. Já, þetta var svona... Ok, þetta var smá leðalegt að öll creepin voru, öll leinin voru pushið inn í snortborgarna fyrir hennar fæð. Vissulega. En já, þeir eru loksins mættir með Aegis. Og enginn bæi búið. Popp er bara á toppleininu að taka tier 2. Eru þeir samt bara að bakka núna? Sko við erum í 18k gold lead hjá Snorra á dvergunum. Þeir ætti bara held ég að... Já, einmitt. Bara góða sko. Sjá hvað gerir, skast á tíningunum sko. Já, er með refresher á kopp líka. Þú veist, þeir er... Já, og cheese, þú veist. Ekki bara eitthvað 1600 pure damage eða eitthvað frá ultinu. Galið sko. Já. SFN mætti bot að pussa, halda þessu leinum pussum út. En svo já, hann er að fara í silver edge, ok. Það er líka alveg gott. Já. Það er líka nennir enginn að vera að kaupa eitthvað dust núna í leiknum. Nei, nokkulega. Hann var jammings þar á flakki þarna áðan, en ég veit ekkert hvað var hann. Já, það er mitt. Já, Viperinn að fara í skati, hann á eiginlega nóg fyrir. SFN ætlar að reyna bara að púsa á móti. Já. Fær glyffið. Og TP. Ok, blinkar út. Cancela TP, ok. Það er eitthvað, hann er ekki farinn sko. Nei. Ok, banner kemur niður. Missar Axi. Settur hann eitthvað aðeins á öðra. Kopp öskur. Sem að gera ekki mikið. Það er á svo litlu kúldan og skiptir einhver mál. Já, nákvæmlega. 24 sek. Galið dæmi sko. Það er DD mitt. En náttúrulega hvoruglið veit af því. Nei. Komnir top. SFN eru að reyna að búið til pressu bort. Já. Fá eitthvað tilbaka til að fá betri fight. Og Centaurinn er að TP samt. Golem kemur út. Scream. Allt að gerast hérna. SFN er ennþá bara að vinna í byggingunum. Hann er að TP núna. Getur þetta ekki fætt núna. Það er hóla í boði. Oh my
Þvílíkt Ice Path og Requiem. Viper fellur með Aegis. Byrju, fór inn í enda einhver inn í Tombstone. Viper döður. Næra forstafa sig út. Kemur öskrið í baklínuna. Ok, Warlockinn fellur. SFN að gera svo mikið skada. Viper. Í maður. Byttu. Bangsi. Bangsi, koma svo. Þú sér Ítt og kú! No way, ok. Segja. Holy sko. Maskus, þú fellur líka. Hann alveg að tanka en já. Ok, þannig að Dalabið vinna hennar fætt. Sko, frábælega spila til að byrja með hjá Biggs að raksa bara með hann og vera þolinmóður og svona. Það er bara mjög vel spilað, sko. Já, þeir ná að drepa Viperinn tvisvar þrátt fyrir eitthvað Bluetooth black hole þarna hjá Jökli. Ég hef trú á því samt að hann muni ná góðu black hole í þessum leik. Já. Bara. Það er bara, it's only a matter of time. Jökull, að það bara smóka sig og vera, þú veist, eiga inn í blinkinn sko. Hann er alltaf einhvern veginn að lappa inn í þetta og eitthvað kjaftaði, bara, Já. Ok, double buy. Ok. Það er öskrað til að henda þeim burt og Dalabið bakkar væntanlega bara núna að chilla eins, fá þessi buyback. Það er núna bara 2 buyback í leiknum, það er SF og K. Já, það er smoke. Já, fenguðu mitt Viper buybackið og Centaur buybackið og Warlock buybackið. Ok. Og það er 5 manna smoke. No skin Viper, diabolical. Hann er með hérna, hvað kallar það? Skilið eða hérna, sporðin eða hvað sem þú kallar þetta maður. Sér þetta ekki? Sporðin, svakalega. Hopp eitthvað aðeins að öskra. Smörkurinn. Nei, byrju! Hvað er að gerast í þessum leik? Symphony of Disaster. Æjæjæj. Please get out núna sko. Koma svo. Jæja, ok, núna tókst aftur. Þessi andæðingar farinn. Ok. Er Dalabið að reyna að tapa leik eða tapa þessu leik? Hvað eru þessi spellar eiginlega? No comment sko, þú þekkir það miklu betur en ég sko. Þeir eru ekki alveg nógu syngaðir núna sko. Þetta er alveg galið að horfa á sko. Þetta var líka refresher holan. Já, þetta var, Hann á ekki holu, það er eitthvað rosalegt að gerast. Það er öskra og grípið. Sjá til. Double forstaf út, núna er þetta Dreysson í möttur. Nei, byrju að búið að björ, fær golem. Drepa bara golem. Byrju, SF. Herði. Hann á Satanic. Nei, hann deyr. Æjæjæj. En hann á buyback, en núna er Snorrdverkarnir að elta Dreyssonin. Já. Þetta er ennþá bara með 1 stund. Það er enginn komið Hex eða Atos eða Jules eða... Bókstaflega eitthvað. Það ætti að tjepi út úr öllum fætum, sko. Tjóks. En já... Það er þá hvað? Tier 5s? Let's go. Aftur en network lítið bara orðið ekki neitt. Já, Tier 5, einmitt. Nei, einmitt network lítið bara... Þetta er bara... 57-43. Rose timerinn fyrir líka að klárast, þannig að hann er að fara að respawna. Já, þvílíkt swing maður. Sæll. Game of Thrones. It don't count damage, ég svo veit maður. Já, þetta er dálítið mikið Game of Thrones. Sko, ég held að ef einhver ein hetja lendir í þessari hólu og einhver ein hetja lendir í þessu Requiem, að þá vinna Dalabið leikinn. Já, það er allavega helviti líklegt sko, en þá má það helst ekki tossa honum einhvers staðar lengst út í raskat sko. Já, og vonandi fær Jökull bara, þú veist, þessum blöndræðarna og hlýtur einhver að lenda í þessu eigum í. Smörker nær að taka nokkra spells, fær forstaf út, hann endast þetta á að deyja. Djöðl, rækir Viperinn maður. Tjóks. What? Shit! Er þetta bara sólakristál? Býtu, hann PKBR segi. Hann ætla bara, já. Það er hola hann samt. Hann er úlstaður. Það er að lemja hann.
Warlocki fellur. Hann er að taka en hann deyr. Þetta mega creeps en þetta dieback Warlock, dieback Viper. Dire's middle tower is under attack. Já, ekki bara go mid, allir kaupa sér travels. Já, Warlock með Hex, ok. En Dó með Hex og Refresher og ekki bæ. Þetta ekki bara go hard og go home. Já, ég meina... Liggur upp mitt. Ég sé líka betur að taka með Rose, það er aftur samt... Já, reyndar, Rose er komin. En ég held samt bara go, sko. Já. Þú veist, það er bara þessi kopp sem er eitthvað vesen núna að þannig sé. Book of the Dead komið á Centaurinn. Öskra aðeins á SF-inn. Bangsi bara keirir inn. Radiant's middle barracks are under attack. Radiant's middle barracks has fallen. Ok, hoppar inn. Refresher. Hóla, hann nær hólu á eina mannesku. Og hann deyr. Þetta er ótrúlegt. Sannar profit þarna sko. Ok, byrju, Koppin kemur aftur inn, hann er hexu samt. Næri ekki að BKB núna. Wow. Öskrar aftur. Það er 40 sekundur ennþá í Viperinn. Já, Sporkerinn er að draga mikla athygli að sér. SF-inn er að lemja, Glyphin notað. Razorinn er líka að tanka. Já. SF-inn er bara að hugsa að lemja baseið. Já, Jackino þarf að tipja út að vera að berja baseið þeirra á móti. SF-inn vill klára leikinn. SF-inn vill klára hennar leik sko. Ó nei. Er hann að fara að falla? Hann deyr. Hann á buyback samt. Ok. Hvað eru mörg kvoppult í þessum fight? Guðminn almáttugur. Þetta er rosalega sko, notar þetta svo bara quillspray. Þetta er svo galið sko. Með Octarine og allt maður. Jesus sko, ok. Já, þessi kvopp eru að öskra sko. Og þessi leikur heldur áfram. Jú. Viper komin aftur, það er Rose í boði líka og náttúrulega Snorradverkarnir er með Megas, þannig að aftur eru þeir orðnir eiginlega favored í þessum leik. Já. Gætu bara, já, held ég tekja hérna Rose og góða sér að lemja þrónið. Þetta er svakalegu leikur, sko. Segðu. 7000 HP komið á centurinn, hann náttúrulega skeilar að eilífu. Það er svo skræðum. Já, ok, þessi Viper rækir. Er þetta bara sólakristið? Nei, þetta er upphífald. Það var nattspítið maður. Jesus. Já, byrju, hver er með AC-ið? Er það Centaurinn eða? Nei, já, Undying með AC, ok, nice maður. Já, ég meina þetta AC gerir svo mikið fyrir þetta lið, sko. Á mótið SF Razor. Við erum bara konið með hvað? 1 tier 5? 1 Book of the Dead? Það er andurs galið, alltaf er já, það er galið! Eftir 5 mínútur! Gott ice path! Wow. En basically er að falla. Já, þetta er dálítið mikið pressa. Það er engin hóla í boði. Það er fullt að spellum að fara út en þeir allir BKB er bara að lemja þrónið og Snorradverkarnir vinna þennan leik. Litli leikur. Jesus maður, hvað var þessi leikur samt? 65 mínútur, 30 sekundur, það er ekkert annað. Já. Shit. Vel spilað hjá Snorradverkunum sem að taka þennan leik 1. Mjög vel spilað. Persónulega fannst mér samt alveg bara að kasta þessu algjörlega frá sér með þessari spellnotkun. Já, við vorum á helvíti miklu vegasalti þarna á tímabili, sko. Já, en já, Snorradverkunni fengur náttúrulega yfirhönduna, þú veist, í byrjunleiks og, þú veist, náðu svona eiginlega að halda í allan að, þú veist, gull og XP-lega séð, þá voru alveg með lít svona mest allan leikinn. Já, Já, þetta svona svingar aðeins. Þetta er endalega að svinga meira enn í bjóst við, en þetta er náttúrulega rosalega sving þarna. Þeir eru komast í sko 16k lít og missaði síðan bara strax aftur frá sér. Já, þetta var alveg Game of Thrones, sko. Þetta er líka bara upp, niður, sko. Segðu þið.
alveg rosalegt. Já. En já, MVP í þessum? Já, ég veit það ekki. Ég myndi segja Kopp. Já, ég held að ég sé alveg samanlega sko. Hún var að gera rosalega mikið. Mér finnst hún bara halda þeim svo mikið inn í leiknum sko. Hún var að halda þeim þarna eiginlega bara, þú veist, hvað var þetta, 3v5 þarna eitthvað í næst síðasta high ground pushinu og náttúrulega bara hún sem gerir eitthvað alveg damage þá og já, væntanlega. Hún öskraði þarna á 2 sekúndna kúldani og reyndar var náttúrulega, já, Viperinn að náttúrulega æla á þessa turna. Já, Viperinn var líka mjög góður. Er hægt að sjá hérna damage tölur líka í scoreboardinu eða það? Já, 103k damage á Inopay. Jesus maður. God damn. Og SF-in sko tankaði líka 160.000. 160.000. Galið sko. 131.000 á Razor. Hvort myndur hafa SF eða Centaur að tanka í liðinu sko. En já, vel spila ég á Snorri sem að taka hennar leik 1. Við ætlum að henda bara í auglýsingar og komum áttur innan skams. Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskurum leiðið sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskar. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur. Welcome everyone to the Kia Tilt-Proof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brookie getting ready. Yep. And he's off. Wallop looking composed. 2, 1. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before. Radiant's bottom tower is under attack.
Radiant's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack.
Dire's middle tower has fallen. Radiant's ancient is under attack. Radiant's ancient is under attack. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower is Dire's middle tower has fallen. Velkomin tilbaka. Já. Við erum hérna með leik Snorradvergana gegn Dalabyggð. Staðan er 1-0 fyrir Snorradverganum sem að tóku leik 1 eftir tæplega 70 mínútna baráttu. Hörkuleikur. Sáleikur var náttúrulega mjög fram og tilbaka ef að þið eru bara að tune in. Já. Og já, við erum bara detta inn í leik 2 núna. Ég veit ekki alveg, þú veist, hvaða breytingar þurfa Dalabyggð að gera? Það er góð spurning sko. Og það bara Snorradvergarnir voru bara með ódrepandi kórspilara þarna. Queen of Pain bara gjörsamlega. Já, einmitt. Við voru ekkert að ná að díla við kvoppina. Nei. Hvað er banna aftur Largo? Já. Já, ég veit ekki, þarf Dalabyggð bara að get good eða? Your words not mine sko. Ég ætla ekki að láta skjóta mig fyrir þetta sko. Nei, ég segi svona, kannski kannski voru þeir eitthvað að overcooka draftið, þeir voru náttúrulega að flexa 10 hitjum og 20 ról og eitthvað en... Já, reyndar. Samt sem áður, þú veist, draftlega séð þá leist mér miklu betur á Dalabyggð til að byrja með sko, en... Já, mitt. Snorradvergarnir náttúrulega bara stóðu sér frábærlega í að... Já, það er líka... Það er þessu bara inni sko. Voru með hittir sem erfitt að fæta inn í og eitthvað svona. Já, einmitt. Anna Dasol, Banna Rúbik. Dire team back. Já, bara sömu bönni hérna. Ég held að spila náttúrulega báður Dassulega ekki, Big Boy og betri geimferðir. Betri geimferðir, jújú. Hann hefur allan að verið þekktur fyrir að spila Dassula. Já. Já. Banna Reisor. Ok. Já. Vil ég ekki að þeir fái Reisorinn. Við veitum að Snorradvergarnir á hennilega þurfa að velja milli að banna Viper eða gefa hann. Já. Já, Dalabyggð er núna first pick mitt. Ok. Já, það er banna Viperinn. Okay. Og hvað, það er bönnu á hann Rikki, var það ekki í first face, þannig að... Það var svona statement bannið svo sem. Já. Spurning hvað ég gera núna. Ok, banna Rikki aftur. Já, þannig að það var ekki þetta match-up á Viperinn. Þú veist, það er ekki ástæðan okkur bönnu Rikki, það er bara vilja ekki spila mót honum. Nei. Já, hvað
hvað fleiri broken hits eru í búið hérna? Það gæti fara aftur í Tiny bara, þetta náttúrulega comfort fyrir Dalaby, ég held þeir hafa spilað hann svolítið mikið. Já. En það ekki þessi Razor Viper first pick eitthvað. Nei. Ég meina SF ennþá inni ef þeir vilja fara þá leið sem náttúrulega svona talin vera kannski ein af betri hitjum patsins. Einmitt. Geta náttúrulega flexað hann líka þá. Já, ég held að Bouncy geta alveg spilað hann. Nei, það er bara Lich Sin, ok. Og Venomans. Já, þeir bönnuðu mitt Lich Sin í síðasta leik, já. En ákveða að pikka núna. Þannig að já, það er hitið sem að Big Boy hefur verið að spila. Og Snorrdvergarnir spömmuðu picktakkan á Venovin. Sem er þá væntanlega hlýtur að vera bara á Markus eða ekki? Þetta er bara ganga heldur hratt fyrir sig. Úrsan. Já, byrju, já, Úrsa Kvoppannu. Já, og Void Spirit bannaði líka. Já. Þannig eru bara nánast sömbönn hjá Snorrdvergunum að banna hana til Viperinn. Hvern bönnu í síðasta sömbönnu ekki núna? 5 seconds remaining. Góð spurning, Skamtíma minni ekki á 10, Nei, ég man ekki alveg hvern bönnu. En já, Snorrdvergunir eiga þá næsta pick hérna. En já, ég meina, er þetta ekki bara að fjarka Venovin þá, eða... Það er líklegt. Ég meina, gæti náttúrulega verið þrista Venov líka, já, þetta já, einmitt. Betri geimferðir spilaði dálítið mikið Venov líka á tímabili, Tiny, ok. Já, ég meina, er þetta ekki bara... Náttúrulega, betri geimferðir var Centaurinn í síðasta leik. Jú. Hann gæti verið Venov offlane í þessum og Tiny fjarki væri hægt. Eða þá að þeir switchi svo og Glacier fari offlane og að Venovin sé þá fjarki. Gæti verið Tiny mid líka, þú veist, Thunderbandit er alveg Tiny spilari. Já, einmitt. Þannig að þeir stila honum. Þetta er svona, strax komið allan að meira disable hann í síðasta leik, eða þú veist. Mér finnst Tiny stunni og þú veist, tossið er eiginlega strax meira disable en bara þetta eina centerstun og goleminn. Já, algjörlega. Þannig að það er allan að jákvæmt hjá Snorrdvergunum. Það er dálítið mikið að hefta á í seinasta leik að vera ekki með fleiri stuns eða disables eða eitthvað roots bókstaflega. Já, núna kemur Lion pickið hérna á Dalaby sem er þá Lion fjarki á Smörker. Ok. Hann er nú alveg mjög góður Lion spilari, Hann átti rosalega leik hérna fyrir nokkrum dögum á Lion þar sem hann var að stunna mann og annan með hérna 20 og 25 talnum. Annars sem að Lion stunni fari í svona... Já, einmitt. Þannig að, já. Hann var alveg með game winning stun þar, Ok. Það var spurning hvernig ég vilja þurfa náttúrulega að sína eitthvað core núna. Já. Og það er Darkseer. Ok, Darkseer með Lion, núna veit ég ekki alveg hvað Bergur myndi segja við því. Já, sæll. Það er bara tætt og amman mætt líka. Já. Þetta tók ekki langa tíma. Þeir voru fljótar að pikka núna. Já, ekkert smá. Eru við bara dett inn eitthvað comfort picks hjá Snorrdvergunum eða? Já, ég veit það ekki alveg. Ég meina, ok, þetta er þá Venov fjarki, I guess. Býtu á Monkey pikkaður. Já. Já, ok. Snap 5, Venov fjarki, Tide þristur og Tiny mid og þeir pikka þá væntanlega Monkey sem svar við Tiny-unum. Já. Að Bouncy er alveg Monkey specialist, Ok. Ég man ekki, hann er bara eitthvað rétt tæplega Grandmaster held ég. Þú veist, hann er level 27 eða 8 eða eitthvað. Rétt tæplega Grandmaster? Já, hann er eitthvað Master tier AB allavega. Eitthvað gaman að fá ABA inn aftur. ABinn datt svolítið út í íslensku Dota en gaman að fá hann aftur inn, Já, mitt. En já, Centaur, nei, Darkseer Lion, Banna Drow Ranger.
Já. Banna Kes. Banna Kes. Já, þetta, þau bönnuðu Kesin á hann, Já, alveg rétt. Ok. Og ef ég mann rétt, þá bönnuðu þeir líka Windrangers. Ok. Já. Sem lastbann. Já, sem lastbann. Ok. Já. En já, ég sko... Ok, á móti Tide. Ég held að Tide sé að fara að eiga fína leikurglega. Ég meina, Úrsæði bönnuð, Drái bönnuð, Kes bannaður. Þetta er svona klassískar góðar hetjur á móti Tide í leininu. Banna Klinks, ok. Já. Ok, þeir banna Klinks og Drá. Hvað eru að fara að pikka þá? Hvað vilja Dalabyggðarna sem carry? Nú er ég ekki alveg viss. Vistu með eitthvað annað insider info á Biggs? Ég meina, Biggs spila mjög mikið af hitjum, sko. Þannig að mér finnst ennþá, já, bannaði Sefin. Mér finnst ennþá allt eiginlega vera... Allt opið bara. Já, ég veit ekki, veist. Muerta, ég veit ekki hvort það sé eitthvað. Eða, náttúrulega með Lichinum, já. Já, ég veit ekki, hvað carry hitjur á þýrleiknum? PL, er það eitthvað? Já, það getur verið eitthvað. Gerir svo sem ekki mikið við Tide, en... Nei, en svo er þetta líka með ömmuna með... Finnst þeim líka vant eitthvað meira svona... Wow. Necro? Er þetta þá... Ok. Ég held að það sé bara Necro carry, sko. Ég heldur að þetta sé Necro carry frekar heldur en Abi. Já, ég held það. Ég heldur vilji Monkeyinn á móti Tiny mid, sko. Já. En, þú veist, Biggi getur örugglega alveg spila Monkey líka ef þeir vilja taka Monkey carry og Necro mid. Ég held ég sé allan ekki að fara lane swappa, sko. Þú veist, eða roll swappa, segi ég. Nei. Svo ég held að Bouncy sé ekkert að fara af midinu, sko. En já, þetta gæti alveg verið bæði Monkey carry eða bara Monkey mid, sko. Þetta er tvö mjög unpredictable liði eitthvað. Já, maður svona vanlega, þú veist... Maður svona færi allan að smjörþefin að því svona þegar eru konan kannski 3-4 hitjur í þetta. Já, einmitt, ég var nú ekkert að búast við þessum necropeki, sko. Nei. En það er náttúrulega búið að banna út bara 8 carry hitjur líka. Já, svo sem, það er alveg rétt. Ég meina, ef að þessi necro lifir af, þú veist, tiny burstið og snap damageið, þú veist, ég held þegar hann er komið með eitthvað eins og bara Eternal Strátt eða jafnvel hart, skilur þá þú veist, hann getur alveg orðið ódreipandi í þessum leik, sko. Já. Það er flókið að pikka hitju núna sem á að svara þessu, þú veist, SF er bannaður, Kopp er bannuð. Já. Þeir eru eftir carry pick líka, sko. Svo, er einhver hitja með gott magic damage, eða? Þeir gætu nú farið í Muertu á Snorri-dvörgunum. Já, reyndar. Það er mjög gott matchup móti Darkseer, gott matchup móti Necro líka. Neyði Necro neila að fara í BKB og svona sem hann gerir kannski hvort sem en já, ég veit ekki, mér finnst þetta nú bara fínn Muertu-leikur fyrir utan kannski að þeir eru með svolítið mikið disable en Spectre. Ok. Áhugavert. Vá, ég veit eiginlega ekki hvað mér finnst það, sko. Nú voru náttúrulega ekki margar carry-hitjur eftir, já, einmitt, Monkey mid, ok. Já, Glacier á Titandanum. Betri gameferðir á Venomancers. Já, einmitt, já, þeir eru að gera þetta, þannig að Glacier er núna offlane og betri gameferðir er fjarki. Já, ég myndi allan að gera ráð fyrir því. Já. Já, ég ætla rétt að vona að þetta sé ekki Tide fjarki allavega. Nei, segðu. Það gæti samt verið betra en Sniper fjarki. Ég bara veit það ekki. En ok. Spectre, Já, þetta verður áhugavert. Ég held að Dalabyggð muni bara á tempo þá, sko. Eða þú veist, þeir eru með mjög sterka level 6 supporta. Já, mjög. Darkseer á, held ég bara fínt lane á móti Spectre. Já, og svo, þú veist, kombo með Abba. Já, þú veist, Tiny er að fara að tapa mitt á móti Abba, má gera ráð fyrir. Þannig að þú veist, það er erfitt fyrir Spectre að spila leik, held ég það sem að mittið fer ekki nógu vel, sko.
Já, einmitt. Og síðan, já, Necro Tide, ég held að þetta sé bara frítt lane fyrir Necro þannig sé, en mann hafa með litsi til að setja skjöld á sig ef það er verið að dæfa hann og eitthvað svona. Já. Sjáum hvernig þetta fer. Já. Dalabyggð aftur, Dægir, Snorradorgarnir eru Radiant. Vill þú kynnin Dalabyggð núna? Kynnin Dalabyggð? Já. Já. Fyrir þá sem eru að koma inn núna eða mistu af fyrstu mínútunum þá erum við með Bangsa á mid. Við erum með Humbledog Biggs á carry. Við erum með Begla á 5-minni. Myndavélin er að fara út allan Já, víðan ég er veg bara hérna. guð. Við erum með Fjörulala á þristinum og svo erum við með Smörkerinn á fjarkanum. Já. Snorradorgarnir, þá erum við með betri gameferðir á Venomancer. Við erum með Penguin á Spectre. Við erum með Glacier á Tide. Óheiðaleg hetja, já. Það er smá rétt. Já. Við erum með Big Boy á Snappaðir og Thunder Bandit á Tiny. Mr. Vennobaker, já. Þetta er gott all-chat sko, við þurfum svona all-chat. Já, gaman að bandir maður, koma svo. Já. Don't you sass me. Jæja, hvað ætlum við að gera núna? Það stefnir í það að þetta verður ekki býtt að 2 rúnum, sko. Ætla liðin að mætast Já, ég meina liðin er að mætast núna allan. Ég held að Dalabyggð sé sem með betra level 1. Já. Ok, Darkseerinn tankar nokkar spels. 3 manna stönn hérna. Já, Titan bara... Titan. Slurkniti, já. Hail Mary blöggraneitan í endan, sko. Big Boy... Já, ídur að sleppa. Já, jú. Nei, samt ég að nota stikkið þetta, en Necro er frekar low mana á þessu leini núna. Já. Eitthvað illurún þarna. Smá vilt. Já, þeir tóku ekki bounty-in, hvorugt bounty á topplunum. Já, þú meinar, já, ég tók ekki einu svona eftir því. Sæl, ok. Á bara. Bergur elskar Volt var of spenntur að fara að lemja hennan Tide Hunter. Hvað er í matinn hjá Tide núna? Level 1. Er það bara nanoplankton? Nei, Kraken. Já, það er... Byrju. Blabber? Byrju, hann tók Kraken svel, já. Já, er hann ekki með... Já, hann er ekki með hinn fast. Já. Annars væri það hérna nanoplankton nýtar. Já, einmitt. Abin veit ekki hvert hann á að lemja. Nei. En já, ég veit ekki alveg, ég held að Abin ætti að bara eiga mjög þægilegt lane, sérstaklega þegar hann færi svona level 2 og 3 á middinu. Sömulegis, ég veit ekki, mér finnst Dalabyggð vera með favor bara á öllum laneum, sko. Já, mér fannst það líka í seinasta leik. Já, einmitt, já, það er rétt, sko. Þannig að Big Boy taka mikið harass. Big Boy fellur. Fellur, Bigla dreipur hann vel spilað. Já, frábært voice line þetta. Lembander. Herðu. Það er verið að sjúa Titan, það er verið að henda Vá, það er pressa. Ég gæti ekki eins og tala þarna. Og það er slowið. Já, slow motion, let's go. Já, Ernir, you, sammála sko. Tipp á Abba. Ok, byrjar frekar vel hérna fyrir Dalabyggð. Strax konu með 3 kill. Já. Fjörlali líka með góða last hit. En sömulegis er Spectreinn búinn að eiga frekar fína byrjun. Já. Já, slow motion, let's go. Þetta er premium quality. Hann var alveg sverð á Tide, sko. Þetta fáið ekki út í Netto, sko. Lotusesnir
Lipsin fær hennan, ég held að enginn hafa tekið Lotus sem bot. Þannig að sá ég það ekki. Með það Bounty Rune ennþá hana, held ég ekki. Já, það engin pressa á þessum Necro sko, hann bara... Nei, hann bara sit back and relax. Chillinu, já. Já, byrju, já. Ég var einmitt ekki búinn að taka almennilega eftir þessu. Betri Gameferði fór bot. Já, herruðu, já, þeir svo. Já. Nei, byrju. Wow. Þetta æl fór eitthvað vitlaust og Courier. Druppa Courier líka maður. Jökull reiður eftir síðasta leik sko. Hann mættur til að slást. Nú ætlar hann að vera með pressu sko. Já. Já, sjáum, Tinyin alveg að vera sónar út úr leinu sko. Hann smá að suffera hérna lastlega CF. Já. Abin að denia svolítið að creepum. Já, ég veit ekki. Ég skil ekki hvernig þið farið að þessu. Hann spila mid sko. Spila mid? Nei. Ég veit ekki hvernig þið spila á... Spilaði mid í gær og mér langaði að gráta sko. Já, hvað heitir þú það? Ég bara no comment sko. Þetta var erfið upplifun sko. Menna... Ég held að í svona 95% leikur sem ég spila á sætinu og missi ég courierinn minn sko. Jú, reyndar. Og þú veist, alltaf þegar ég ætla að góa þá gæinn sem member lane ekki að góa og eitthvað. Alveg hræðilegt að spila með öðrum. Toxic, já. Það sækir hlje. Smá monkey business. All right. Já, góða samræðurna í Oldchestinu sko. Já. Já, Ernir, come on. Please fjörlali Venno offline sko. Let's go. Ég held að ekki Venno mest spilaði hittin hans Jökuls ennþá, ég held það. Ég eftir að hann... ekki því miður. Eftir að hann spilaði hann örugglega, þú veist, 3 ári í röð eða eitthvað. Bananamann segir maður. Já, Spectre og Nilu. Já, ok. Tætin á ekki breyka á þessum leikum. Engin creep til að næja sér í. Nei. Já, ég meina, Dalabey er með 3 lane sem að pressa bara frekar hart, sko. Það er bara... Þetta hefur ansi oft orðið snorri dvergarum að falli, sko. Ég meina, já, Darkseid ná bara frekar fínt lane hérna. Já, algjörlega. Og... Það er þokkulega slagið bara. Já, það er líka... 2 mættir þetta mitt á móti abanum. Já, einmitt. Þess að kjóra rúnin. Það er allan að... Já, það sem Tiny getur gert allan er þetta. Tossið er galið damage. Já, rúlbot, en Tiny getur samt bara sóta. Já, og hann er að trukka. Það er Vogue Darkseid build á leiðinni. Bara að rössa Greavesi. Já, ég held sko, ég meina, ég veit ekki, gat Tiny ekki nota þetta rún til að ganga til dæmis Necro henni? Ég meina, Tossi er, þú veist, 400 damage á Necro henni. Já, það er alveg góð pæling, ég segi það ekki. Abin er samt eitthvað að smegja sér hérna á topp. Það virðist alltaf bæta þetta wisdom. Einmitt. Kemur þarna. Master of Disguise bara smegja sér þarna. Eru báði mættir sko, já, þeir ná þessu wisdomið sko. Já. En bot wisdomið, Smörker er ógeðslega low. Big Boy gæti náð þeirra wisdomið. Fjörðali, hann kemst inn fyrir hringinn. Kemst inn, en spurning hvort hann falli fyrir þetta. Já, hvað? Smörker er einhvern veginn ennþá lifandi. Þeir gefa wisdomið samt, en... Já, hann fellur... Öruglega... Hann deyr.
Betri gameferðir myndir að falla fyrir þetta líka. Það er svo margir Venom-vardar sko og Spectreinn kemur bara í clean-upið. Þetta er svo eitrað sko. Og hondið. Ok, wow. Ná Erni. Jesus maður. Vel spila sér hjá Snorra Dörganum, þeir fatta að þeir töpu topprúminu. Kallað þú það. Já, mjög vel spilað hjá strákunum sko. Keira bara í bottrúminu. Já. Þetta er svo galinn hlátur hjá Darkseid sko. Það er alveg kortir í að þurfa að vera sensorað sko. Þetta er alveg þannig sko, þetta er eiginlega svona... Það gefur manni bara einhverja óþæginda tilfinningu sko. Það eru Glacier, Littleburg, en Amman er ekki svo heppinn. Necro. Og byttu stæðinn, það er svo snemma. Ok, hann fellur samt. Þegar hann fær ekki stakkinn samt. Nei, reyndar. Bounty. Tala um mig. Já, Ernir sækir sérignarsparnaðinn. En eins og núna, ég meina Biggi ógeðslega djúpur. Já. Getur Tiny ekki bara tippið inn og dreppið hann? Þú veist, mér fyndist það alveg mega senn, sko. Ég meina, þeir eru með Ravage, þeir eru með Toss level 4. Þú getur fengið Snapfire-inn líka með, þú veist, level 3 skattasjót eða eitthvað, eða level 2, hvað sem það er. Núna ert þú með reynsluna sem mitt. Ert þú að fara að mæta á hana Necro? Ef ég sé hann ekki með sæð að labba undir T-Rex-turn og tæti minni með Ravage, þá ertu mættur. Já, ég meina... Vá. Sérstaklega út í einhver svona umulegu matchupi og... Já, einmitt. Þú veist, það er eitt ef þú ert að fá eitthvað frítt veif, en Abin er bara að hanga mitt, sko. Þú veist, það er... Eins og núna, það er engin creep. Núna verður prime time að gera eitthvað, sko. Já. Þessi Abi alveg verulega að skara fram úr í last hits á midlaninu, sko. Já, mitt. Þú veist, við helum ekki fleiri. Já. 20 til næst líka, það er bálegur. Necroin líka bara langkæsta networthi. 5k networth á 10 mínútum er alveg rosalegt. Ok, er góðið á sætin. Já, hann er puttaður. Og dreipinn. Betri gameferðir ætla að láta í sér heyra. Góa hana fjörulala. Fjörulali hendur út vegg. Gat hann ekki hlupið hratt eða? Akkur gat hann ekki hlupið hratt á Darkseid? Var það cooldown? Hann var últaður af Venom, hann var geilaður af Venom. Já, en ég er að meina með Surge. Já, með Surge. Ekki Surge. Kannski var það cooldown, ég veit ekki. Sá það ekki alveg hvort það var cooldown eða ekki. Abi hoppa. Þetta er svo mikið damage, sko. Þetta er alveg... Holy... Nei, ok. Jesus, maður. Nei, býttu spekta hondið! Boy. Já, frábæðilega að spila hjá. Jói. Ok. Í lagi. Já, ég menna, ok, Tiny er bara... Já, ok, Abin er ennþá alveg verulega mikið yfir í networth, en... Gegga kill fyrir Spectre náttúrulega. Mjög gott. Það er killið, Venominn er sætaður. Hann er allan að stakk. Já. Það er betra að hann fái... Hann er bara speedrun en hann Radiance. Já, hann fær hann líka á bara mjög góðum tíma, sko. Þetta er ekki klassíska offlane dóti sem er að tapa lane og... Nei. 25 mínúna Radiance, sko. Setja verkefni á Berg og láta hann skoða timings á Radiance hérna. Já. Hver er með bestu timingin í deildinni? Koma með eitthvað statistics. Það eru drápur svona creepin hans, hann fær... Já, þetta er 12 mínúna Radiance. Darkseid hlaupa hratt. Mætir. Hendir niður vegg, hann deyr bara. Já, þetta er bara... Þetta er svo leiðilega hetja maður, guð minn guður. Já, vel spilað samt. Rosalega. Næra refsunum og er alveg 2 levelum fyrir ofan hann. Bongsið þú ekki alveg að lemja hana með turn. Nei. Það eru hetjur hérna í kring. Venom. Ok, færst. Þetta er svo galið damage. Ándjóks. En næri ekki að capitalisa. Ok. Já, eitthvað smá standoff hérna á myndinu.
Þessi turn nánast farinn. Já, eitt tossi viðbót og hann deyr. Dire's bottom tower is under attack. Hvað langt í Tiny Blink eða núna? Það hlýtur nú að styttast í þetta. Já, Tide að rössa Blink. Já, þessi Venno puttaður. Rísa Ravage en enginn... Ekkert follow. Sæðin kemur inn. Já, Sæðin kemur inn. Dominating á Biggs. Ok, missa turnin en fá Sæðkill og Ravage notað. Þetta svo... Sjáu þessa hitjumæðir. Þessi eitraður sko. Þetta eitrað sko. Sérst í heilan á manninu. Hvað það vera? Rétt. Já. Opið, hvað heitir þetta? Svona heilabú? Nei, hvað heitir þetta? Hauskúpan opinn. Jú. Hann lítur eiginlega smá út eins og þarna vondigæðin í Ratchet & Clank. Spilaður í Ratchet & Clank? Já, ég þarf nú að hugsa sko. Manni hvað hann heitir. Vaffi eitthvað eða eitthvað. Það er góða spektir. Abi lemja. Þetta skattir svo attack speed og cookie og já, Thunderboltið cleanar upp Lichen. Ok, það er ná að halda spektir lífandi sem er mjög vel gert. Fjörlega aftur fundin eða eitthvað. Annars verða að hægja honum, hann að hlaupa búr. Nei, má ekki. Tossa inn, vacuumar jörðina og deyr. Já, ertu að tala um þarna Dr. Nefarious eða? Já. Hann lítur smá út eins og Dr. Nefarious. Já. Er það ekki? Ég myndi eitthvað vitlaust. Nei, ég satt alveg sammála, sko, þú veist. Hann var með svona 2 ark, sko, þú veist. Sad Prince ark, Mad Prince ark, eitthvað dæmi, sko. Já, ég að meina þessi. Já. Þetta er alveg... Svona þannig dæmi, sko. Svona smá líkt, kannski aðeins meira cyberpunk, en... Já, vissulega. En þetta er svona... Þannig að meta gott reference, sko. Já. Þeir vita sem vita, sko. Spectre lúka nú alveg ekkert svo langt frá honum heldur, sko. Nei. Já, hann væri með aðeins stærri heila, sko, en... Þetta er nú alveg... Þetta er samt alveg lookalike, sko. Já, þetta er alveg respectable, sko. Já. Þetta er kannski konan hans, Dr. Nefarious. Þannig, við erum með 3 manna smók hjá Snorra-dvörgunum. Já, Tiny Blink. Þeir ætla að finna aðeins blessaða apa. Þeir eru samt ná að dodga eitthvað smá, lappa akkurat bot. Þeir eru örugglega að leita Spectre sjálfur. Já. Finnaði Lichen. Ég finnaði Lichen. Ok, taka hann. Bang. Flott. Gekkja zoom-out, vel gert observer. Ok, þeir eru að keyra bot núna. Já, leita meira. Já, meira. Á sér bakka bara. Necron er samt í... Þeir eru að fara að lenda á Lichen. Nei, Lionunum minni. Nei. Hann bruna bara heim. Já. Hann ætla að pressa hennan Tier 1 Tower. Já, mér sýnist, ekki Lion með blink á courier eða? Já, hann var alltaf ef hann ekki komið með hann, þá var hann alltaf mjög nálægt í, sko. Já. Fyrrlalið, hleypur hratt. Allir að skirpa á hann. Hann er alveg að takka eitthvað spella á. Þeir takkar initiation með hann deyr samt bara, en það kemur Lich út í. Hann Rocky. Er eitthvað meira þarna samt, ég held ekki. Ég held að Abel vilji ekkert fara inn í þetta. Herðu, kemur Hann kemur hondið. Finna Lichin og Lionin líka. Wow. Biggs bara mætt. Biggi mættu samt, hann er alveg einn hérna. Vá, þetta var ekki, held ég, tíminn til að mæta, sko. Nei, því við. Æjæjæj. Titan finnur vonandi þennan double damage. Já, og Snorri og Dörger eru komnir yfir í Netflix núna eftir að... þú veist, ég menna... Midd og topp var alveg galið. Já. Eða þú veist, ekki galið stomp, en þú veist, það var alveg semi-stomp. Já, algjörlega. Þetta var allavega að þessi laning stages fóru alveg vel Dalabyggð megin, sko. Já, mitt. Sá sko, Vennoan og Titan eru bara hnífjafnir núna í Netflix. Já, Spectre
Næstu við komið Radiance líka. Verður nú hann að fara í Mac. Já. Bara byrja að farma triangulinn hjá Dalaböð, bara flott sko. Þeir eru að leita hann blinkar vitlaust. Új, þetta er space sko, þetta er alveg space. What? Abisam finnur hann, hægir á hann með diffúnu, drepa hann. Þetta var samt smá styrku svona. Já, ég menna þetta eru 4 hitjur. Já. Og svo hvað er Necron með Q upp eða? Pípa á leiðinni á Tide. Necro er með... Já, það er að fara í Eternal, hann er með Travels, ég veit, já. Og með Travels, Radiance. Já, svo sem alveg semi-klassist, hann þarf einmitt aðeins Magic Resistance og meira health hérna. Gott að fá Eternal strátið. Hvað var það með? Já, hann með Shard á leiðinni. Já, kefti Shardin, einmitt. Það er líka mjög næst. Snorðorgarnir vilja að reyna að pressa hann toppurinn eitthvað. Svona fer að styttast í að Hunt verði ready og Ravage líka. En Necron chipir inn. Tiny samt, hoppar á hann. Ok. Lion á leiðinni. Takka, það kemur samt snappfærur, hann er alveg eitt hérna. Það er engin chip, við erum núna komað inn. Tiny lifir. Titan hlýtur að falla. Já, ok, Titan deyr, en Tiny fær bara að labba burt. Amman kannski, já. D-scram off. Já, ætli það ekki. Abin er svona að skáta. Já. Ok, ná allavega Tide og Snap fyrir Necron, en það er ekki gott fyrir Necron að deyja svona. Líka bara Spectrin er bara í geggjut. Það er bara DS Rage Quit. Já. Jæja, heard it here first, folks. Dalaböð kom að úgeða þessum leik. Já, let's go courierar. Fíla Keys. Já, Keys hann er góð sko. Já. Þetta er... Kann að meta Keysuna sko. Þetta er alveg cruising move sko. Það er bólikul Keysa. Já, flott, einhver moldorpa í einhver svona Power Miners contraption, flott. Já. Sorry, LAN party. Sveitan hittist þetta. Já. Hvað er þetta? Þessi þarna, séum á Asna. Já. En hvað er þessi courier þarna? Þetta er eitthvað svona... Hvað heita er hann að Star Fox þarna? Þetta er eitthvað svona... Eitthvað Asia-referens sko. Ég veit ekki hvað er þetta ekki Virtus Pro courierinn eða eitthvað svoleiðis? Jú, ábyggilega. Vici, ok. Ok, hinum meginn maður sjá. Það er ekki observer. Það er skatan, það er klassist, það er alltaf einhver einn gæði með skautuna sko. Og hvað er þetta? Þetta er svona blanda af nöku og slardar eða eitthvað vona. Já, sýnist þetta að vera einhver svona naga allána. Einhver naga-esk. Já, mitt. En já, þú segir það, hann er með svona... Jú, hann er með sko... Já, naga með sporð. Svo er þetta stumpurinn, drekinn. Stumpurinn, já, drekinn. Drekinn er svo fucking lame sko. Fólk sem er drekað þarf að skipta courier. Þessi er góður. Já, þessi er nettur sko. Bóka rimpinn þarna. Já. Cool. Flottu turn. Gæði turn. Yeah. Það eru Thunderbandit. Hvað er hann bara að rössa BKB? Er það þessi... Mithril Hammer? Já. Og Nullifær síðan eftir það. Já. Ok. Já, mótið vantilega Necronu bara. Styttist í pæpinn líka. Hoppar inn, attacksir inn. Sleppur. Já. Flýtur hann er. Abi með últi. Þetta er... Ok, Spectrin, þeir finna Spectrina, hún er hérna einn. Hann næri ekki stæðinum. Og Spectrin lappa bara út, báðir supportarnir eru dauðir. Amman fellur, kemur Ravage á. Get follow-up, nei. Maður, sæl. Æjæjæj. Og Necron nær að klína upp þannan fight. Já. Ok, team wipe. Fyrsta team wipeið bara... Hvað, er þetta bara fyrsta team wipe í seríunni eða? Var einhver team wipeaður á hann? Sko,
ég veit að ég var með þér að horfa á leikinn, en... Já, mér líður þessu að það hefur alltaf einhver einn alltaf að lifa af og eitthvað, það var svona feelingi sem maður fekk allan að gæti alveg verið fyrsta tímabili. Það var náttúrulega undying alltaf í helvitis fyrirleiknum. Já, þú voru ekki alveg að fullorða, en... Nei. Það var allavega fyrsta tímabili í þessum leik. Og Darkseid lifir, náðu loksins að tanka góið til að byrja með. Já, Darkseid Dr. Nefarious like. Hann er með, þú veist, eitthvað auga í krukku þarna í staðan fyrir heila og svona. Er allir að fara í eitthvað svona, það er svona þema í liðinu. Já, það er allir svo klækt fans hérna. Það verðist vera. Það er Tormentor, hann er að kýla hann. Þetta er rosalegt. Og það er Lion Shard. Akkur eru ekki með svona third person dota? Hvað heitir eftir leikurinn þarna sem að... Deadlock. Nei, ekki Deadlock. Deadlock. Reynda ekki að leikur, tek það fram. Já, Smite, nákvæmlega. Goddamn, Observer. Love you long time, sko. Þannig elskar því ekki að... Það er bara skástrík og 3, sko. Það er ekki... Skástrík 3. Það er ekki lestan og 3, sko. Nei. Í Törnvastrát næstu komið á Necroin, það sem er hæsti networthinn í leiknum. Hvað er Spectren að fara í núna? Það er... Orchid. Já, Manta Orchid, svo sem bara frekar klassíst. Já, standard. En ég menna, segjum sem svo að þessi leikur haldi áfram 20-30 mínútur í viðbót. Er eitthvað að fara að stoppa Snorra og dvergana? Þú veist, er Spectrin eitthvað að fara? Já, ég menna, það sem ég sagði þannig fyrir í leiknum á eiginlega ekkert við lengur. Þú veist, þeir unnu lanes og eitthvað, en þeir náðu ekkert að halda upp í tempónu það mikið. Ég menna, Snorra og dvergarnir... Nei, náðu ekki alveg jafn mikið, sko. Þeir eru bara í ágættri stöðu hérna, sko. Þeir eru ennþá með midturninn, eiga alveg mikið map. Spectrin er bara frífama. Ég er stanslegt að leita Pickos finna mjög líklega en að Darkseid solo top. Já, einmitt. Hann er nú alveg tanki, en það er það er turn ennþá einmitt til að tippja á. Það smóka á móti. Hann er með pípu. Hann sleppur. Og hann spara pípuna, frábæðilega að spila. Vel gert. Núna koma TP-in inn samt, þeir finna Venno-inn. Hann er puttaður. Abin hoppar inn, hann vill meira. Spectrin vill ekki koma inn í þetta. Hann hoppar inn með stjörnunum, hann vill ennþá meira. Necron er búinn að connecta. Það er að koma rosalegt rafits hérna, mögulega. Nei. Frábært vakkjum hérna hjá Darkseid og hann er sæþaður til dauða. Vel spilað hjá Dalabyggð. Já, frábæðilega gert. Líka, sko, vel gert hjá Jökli að halda pípuna þarna, sko. Hann var ekkert að panik. Nei, bara keep it cool og... hunker down. Já, einmitt. Spectrin náttúrulega líka bara mætti ekkert í þetta fight. Nei, ég held einmitt. Ég held að hún hefði bara... Hún hefði bara alltaf... Já, ég meina, hún gæti alveg held ég honda bara fyrir þetta kill og fá sér turnin. Já, ég veit það samt ekki, sko. Já, eða Ravage. Já, true. Já. Já, ég meina bara fyrsta góðið, sko, á Dark. Já, fyrsta góðið. Já, það er pæling, sko. Þetta ég er ekkert það mikið að gerast í leiknum. Það er fínt að fá bara þessi pick-offs og opna mappið, sko. En, já, ákveður að halda því. Það er stutt í mattaðinn, þannig að hann... Þetta er náttúrulega, málið með hetju svona eins og Spectre og Tide er að þú veist Dalabyggð kýs, þú veist, það er að hugsa sér alveg tvisvar árið að taka eitthvað fæta. Þetta er alltaf þessi ógna af þessu Ravage og Huntinu og svona. Já, en þetta var mjög gott samt. Eins og enn og aftur frá Dalabyggð, þetta var mjög gott respons, bara TP's inn, allir mættir. Einmitt. Næstu komin BKB hérna á Aban. Já. Rose búinn að færa sig yfir aftur af Darkseid er bara að klíra toppið, reyna að halda þessum turnin lifandi aðeins lengur. Já, Dalabyggð aðeins að leita á þessum Spectre. Já. Finnast þetta ekki hvað Manta komið á Spectre eða ekki? Jú. Já. Og flag. Þannig að það bara næsta dagskrá er bara Orchid. Já, einmitt. Hún getur náttúrulega að góða þess að supporta fyrir ekki þægilega, góða bara inn á Lioninn og Silencer hann saman með Lich King.
Rock á leiðin og Lich inn, hann ætlar að reyna að koma sér inn í þessi teamfight. Linkin ult. Ég gerir hann að þér. Tiny með BKB og Travels bara á leiðinni mitt í nullufærin. Já. Veit samt ekki alveg hvort það sé hans hlutverk að vera á nullufæri. Ég held að Spectrum vilji hvort sem kaupa þessi nullufæri seinna meir, en já, ég menn alltaf lagið það náttúrulega hér sem getur keypt í rauninni hvaða item sem og ef hann finnst hann ekki þurfa neitt annað eins og Jules eða Forstaff eða Harpoon eða eitthvað, þá þetta bara fínt sko. Sivas líka alveg svolítið gott hérna sko, mjög gott mótið Abba og Necro, það náttúrulega engin hitja. Ekki Titan að fara í, nei, hann fer ekki í Sivas. Gæti fara í Sivas seinna meir. Já. Vennoðin ekki með Vessel eða? Jú, Vennoðin með Vessel. Já, einmitt. En já, ég held, þú veist, Sivas og Skati Til á leiðinni bara í Graves og eitthvað. Heldur ætti að vera að horfa á þessu item, Sivas og Skati, seinna meir í leiknum allavega. Svo setja á svona Norðdörgurum. Dyer sjá allan hann og Ward þarna. Bottom. Já, Portal. Já, GT Pollenbag value. GT Pollenbag, já. Já, það nú ekki mikið að gera til þessum leik. Nei. Verna og farma Ancient að byrju, það búið að hexa ömmuna og stönnuna og últana. What the fuck? Ég gerði það líka þetta. Jesus maður, ok. Tank. Já, ég meina... Ég stekka 2 ulti og það ætlaði bara að laga út, sko. Ég meina, vilja þið ekki Norðdörgarnir finna fight núna, eða? Bara þegar Amman respawnar? Erum með Ravage, erum með Haunt og engin puttu og engin sæð? Jú. Það er alveg skynsamlegt, sko. Með líka BKB á Tiny og... Já. Eitthvað gaman. Dalabegðið er náttúrulega bara allir grúpaði saman á bóð. Já. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Það er líka... Ég heldur þurfa að fæta hérna tier 2, þeir eru ekki með line-up sem getur treytað, þú veist, tier 2 fyrir Rose. Eða þeir eru alltof lengi að taka hérna Rose, held ég á Spectre og... Já, alltaf eins og... Þeir ætla kannski að venda, ég veit ekki. Allur. Kemur Hauntið. Já, Peglafellur. Kemur Ömmu ulti, Abi ulti. Kemur Ravage samt, Fjörðarlega mjög low, hann deyr. Fjörðarlega Necronos er ennþá mjög heilbrigður, Mörkerinn er ansið djúpur, hann deyr. Já, þeir þurfa bara að hlaupa á Dalafjörð. Já. Góður fætirinn hjá Snorðdörgunum. Necro lífur þetta líklegast ekki af, eða hvað? Nei, hann er með Vessel á sér. Já, hann þarf bara að get the fuck out, sko. Þeir fyrir að get the fuck in, sko. Hann er með Jules. Já, þeir bosta bara niður. Góður fætirinn hjá Snorðdörgunum. Mjög góður. Aftur eru við komin í svona smá vegasalt dæmi, sko. Já, einmitt. En já, Spectre pickið er alveg að prófa að sokka upp í mig hérna, sko. Hann er að gera mjög góða hluti á þessum Spectre. Já. Er með nóg gull fyrir Orchid. Veit ekki alveg hvað hann vill fara í næst, þú veist. Veit ekki. Getur náttúrulega að fara í Nullifier til þess að samla Radiancy eða... já, með Skati, Q up. Vil líka vel á það. Já. Það er alveg bara stútar Abanum og líka mjög gott mótið Necro. Já, Korutli líka með eitthvað sérstakt, þú veist, Rose line-up, eða þú veist, smá erfitt fyrir bæði liðin að taka Rose, nema kannski okkar þeir eru með Tide á Radiant, en þú veist, Spectreinn frekar lélega að taka Rose svona snemma. Já. Necro, TP á top. Það er eitthvað gægilega við hugmyndin á Tormentor á Radiant, en það við. Þannig er, já, nálgast þennan Nullifier. Darkseer mættu top núna.
Það er smók. Það er að... Sportan eru smókar hérna. Við erum að finna spekterinn. Það er rosalegt þeir náðu að drepa hann. Þeir henda öllu í hann. Já. Klára hann? Já, ok. Ná spekternum. Mjög gott. Og er að færa sig yfir í Tormund líka sem að spónar eftir smá stund. Er allan í grendinni. Dire's middle tower is under attack. Bánsi bara að fara í Basser. Já, nekkur hann að fara í Hart, ok. Þá getur hann tanka ansi mikið, sko. Já. Tipja mitt á nekkur já, bara í creepin. Sýnist þeir vera að fara í Tormentorinn þarna á topp. Já. Það er Darkseer sem að fær þennan shard. Það er Surge. Skilur eftir svona trail eins og við sjáum núna. Já, ég veit ekki, Bergur, er þetta gott eða? Bergur segir já. Já, það var gott. Ok, nice. Já, þetta er alveg smá snús leikur, það er bara endalaust verið að farma þessi nútralkappa og inn á milli kemur einhver góðu fætt. En ég menna, það eru einhver timings á items komin og... Já, alveg færi komið á Tiny. Þannig að kannski fara eitthvað að sækjast í. Nolly mætt, maður sjá. Hvað tipjar út af mappi með ekkert manna, næs. Baby. Þeir eru eitthvað grúpaðir hérna hjá Dalabyggð, þeir vilja kannski fara í eitthvað move. Þetta er Ravage og Hunt uppi. Vilja örugglega bara reyna að secure hann Rose, það er teiknað mappið. Hver er að teikna mappið? Þetta er Amman. Þetta er Amman. Big Boy teiknar á mappið. Vennoinn er bara búinn að lifa í þessum geitum, sko. Hann er bara að farma þessar 2 ancient kappa eins og enginn sem morgundagur, sko. Það er líka alveg ríkur, sko. Þú veist, hann er búinn að ríkhalda í tætin alla leikinn. Ná jokes. En Abin er svona aðeins... Veitu hvað, hann ætlar hann í Sivas? Já. Já, ok. Ætlar hann bara að skeila sér og fara í Axe, eða? Það er góð pæling, sko. Ég hef einhvern veginn haldið að tætin hafi farið í... Já, ég hef Tæti eða Tiny líka. Tiny er alveg góður til að halda á Sivas. Radiant's bottom tower is under attack. Já, er alltaf að reyna við Rósin. Tekur smá stund, en... Það er að contesta þennan Rósin, eða er þetta bara no contest? Já, það er spurning, ég menna... Ok, þeir eru eitthvað... Vilja ekki vera þarna inni of lengi. Nei. Já, þeir sáu Tiny henni mitt, þeir ætla að keyra í hann. Vekkur. Öllu hendi í hann. Allt að gera. Shit, hvað er tankið maður, já, hann deyr samt á endanum. En hann var helviti tankið þarna. Já. Já, þetta var bara... öll notur nema Abi. Já. 1200 damage út úr Vigility. Já, þetta er galið hvað þetta er mikið damage. Mjög gott. Vigility. Þá fáðu þeir hennar Rose. Já, klára hann ára mitt, færa sig yfir. Já, Abin tekur hann actually, ok. Þannig að Necro finnst hann bara vera eiginlega ódreipandi. Já, kúka bara laf gaman. Kúka bara laf. Jú. Necro á leiðinni í Axe. Já. Já, ég meina það. Sko það er Necro líka... Hann er alveg heldur fínn á móti Spectre, sko. Þú veist. Jú. Sérstaklega ef þú ert að taka eitthvað svona langa fæta, þá byrjar Necro damage að kikka svo mikið inn þegar Spectre verður svona tanki, sko. Ok. Dalabyggð að leita. Finna tætin.
Hann rölti sem bara burt. Já, labbar þetta bara á sér. Múttan að ringja, það bara ignor, gengur ekki. Hæ mamma. Veit hún ekki að sért í sjónvarpinu eða? Radiant's middle tower is under attack. Nei, hún þarf ekki að vita svona hluti, sko. Nei. Það eru 4 manna smók hjá Snorradvörgunum. Let's go. Eru að reyna að finna eitthvað. Finna Smörsker. Nei. Ná ekki að catcha Smörsker. Oh my god, Smörsker er svo góður, sko. Já, hann lappar bara góður chili. Og þvílíkt initiation hjá Jökli og Erni. Finna Vennavinn kemur út úr Thunderbandið er mættur á Necron tekur ekki damage. Monty komið, Ravage komið. Þeir eru að nota allt á Necron sem er ennþá bara full HP, sko. Honum er svo sama. Hann bara stendur hérna bara fight me, bro. Og, já, hann er búinn að finna Tinyin. Já. Og Tinyin er sæþaður og dauður. Já, þeir voru ekki alveg nógu koordinataðir í að drepa þennan Necro, sko. Hann bara... Nei. Fannst hann bara vera kittlaður þarna, sko. Dr. Nefarious, frábært skinn. Let's go, sko. Hann er líka með eitthvað svona, hann er með svo creepy bumbu, sko. Já, valfbumban. Hann er alveg algjörst ógeð, sko. Já, þetta er alveg á rétt, sko. Þetta er viðbjóðslega hetja. Þú veist, hvaða litur er þetta einu svona á húð, skilur við? Hvað er þetta? Grátt? Já, eitthvað svona... Eða grænt? Nýjasta tískutrendið, svona holdauður. Já. Þetta er alveg galið, sko. Sjá þess að tennur líka. Brosi breið? Nei, brosi ekki alveg. Smá fíling. Er þetta tennur? Er þetta ekki bara hjálp? Þetta lúkar eins og tennur, ég veit ekki betur. Hann slow-mo. Hann er... Það er búið að æla á hann. Já, júlsa sig. Lyftu. Ekkert follow up. Já, þetta er rosalegt siege hérna í gangi. Bara bæði lið aðeins að pota í hvort annað. Þeir eru byrjar að henda aðeins stærri spönnum út. Það er samt ekkert Hont eða Ravage í komið. Þarna kemur frábær veggur og vacuum. Við þurfum að kæta út. Amman er samt að... Amman er að æla, sko. Já. Tinyin er djúpur. Titan er dauð. Nei, hann lifandi. Necron er orðan ógeðslega low. Hann er að henda út sæð, hann fær rosalega mikið heal núna. Já. Og Venom. Þeir eru bara hægt og rólega að falla hérna á móti Necronum. Já, þeir ná að lifa að fæta. Frábær fæt hérna hjá Dalabyggð. Já. Geggja triple kill í að bangsa. Já, drepa á 4 hérna og ná að taka svona langan fæt sem er bara... Þú veist, akkurat það svo vilt sem Necro og eiginlega sem Abbi líka, skilur. Það er fínt fyrir Abban að fá svona langa fæta ef hann er að ná að lifa aðeins af. Já. Og við erum komin í 12k og Necro klík hjá Dalabyggð. Já. Ég á pínu bátt með að sjá hvernig Snorri og Dvörgarnir komið tilbaka frá þessu. En ef þetta verður einhvern veginn svo seinasti leikur, bara, er þetta anyone's game? Það er nóg eftir. Já, þá er nóg eftir, sko. En já, það var líka klörst þannig hjá Necro að ná að sæða til að fá HP-ríkinni frá Spectre eða þú veist, á móti Spectre meðan Spectre var að baka hann, þannig að... Mjög góður sæð þarna, sko. Það er líka komin Shivas á Darkseer. Þú veist, þeir eru bara, finnst mér, of seinir í Snorri og Dvörgum að fá sinn Shivas og þessa itema, sko. Ég held að Tiny hefði alveg getað rushað hana Shivas miklu frekar en Rollin, sko. Venom. Lítið sem ekkert follow up á þessu. Spectre er ennþá dáinn. En ég meina, þeir eru ennþá með samt Spectre line-up. Þeir eru með Ravage og þeir eru með Spectre sem heldur áfram að skeila. Jú, vissulega. Það er komið level 25 á Necroin. Já. Hún er líka, já, komið vindveikur. Jesus maður. Það er svo leiðalt að spila mót þessu, sko. Þeir eru nú allan að með nöllufærin, sko, en samt.
Já, hann ætla bara örugglega að kaupa blessingið síðan og Kaja Sange. Kaja Sange. Já. Það er ábygglega bara sniðast. Já, þetta er alveg vinsælt build. Radiant's bottom tower. Hún með 6 stakka á sæðunum. Einmitt. Þetta er bara... Núna hann er með 130 ríkjan. Já. Byrjar núna að minnka eða eitthvað í 85, 77, já, hann er náttúrulega með stakka í gangi. Skil. Ég samt eins og ég sagði áðan, ég sé ekki alveg hvernig þeir ætla að svara þessu að Snorra á björgunum, sko. Nei, þú veist, þeir þurfa allan að fá bæði Sivas og Skadiel til að ná að drepa hann. Já, Sivas á leiðinni. Já, það er búið nú alveg ágætt. Það er gott, sko. Það er á leiðinni bara í Tormentorinn. Líklegt reyting svari því nú ekki. Það fór í Boots of Bearing á Tide, ok. Já. Ég hef ekki séð það áður, en... Nei, á leiðinni í Hex. Það er svo sem alveg... Ég er alveg með einhver sló þarna hjá Dalabyggð, þannig að geta hlupið út úr veggnum og reynt að resetta. Það Tormentor, allir eru komin með shardin sinn samt. Slow motion Ernir er á leiðin í Axe. Og já, no free Sivas núna á Venomancer. Já. Hvað eru last hits eiginlega í þessum leik? Venno er með sko, já, hann er með 220 last hits, það er nú bara líka fínt. Hann líka íður helvítið miklum tíma í junglun að taka farminn frá sko Tiny, og Tide er að bíða í base á meðan Venno er að Venno 5 mann sko. Hann er sá sem er með Shiva sko. Já, það er rétt. Tide inn á leiðin í Hex. Ég bara veit ekki hvað þetta Octarine hvort það myndi hjálpa eitthvað sko, ég held að nættið myndi líka bara... Fara, já, taka Hex eða eitthvað svoleiðis eða eitthvað disable. Já. Abi kom með Desso líka bara, vill bara reyna að pussa meira. Já. Þeir eru náttúrulega með frekar lélegt puss. Var líka fínt fyrir að fara bara í AC eða eitthvað á einhverja hetju. Hjálpaði með að klára hennar leik. Já, við sjáum það að Venno er með fleiri lastið en Titan, sko. Já, það er... Og næsti jafn mikið á Abin. Pínlítið í bólgum. Bananamann sem er búinn að farma. Hvað ætlar hann svo í? Ætlar hann bara í... Bara Pike. Já, ok. Smörker er að finna spekterinn. Ekkert follow up, bitu. Nei, þeir eru samt að koma eitthvað smókaðir. Smörker það bara aðeins að passa sig hérna. Bæði lið eru smókuð en þú eru ekki alveg að committa. Tinyin er topp, hann er ekki nálægt sko. Abin er að hoppa í trjánum. Mista vakuumið, en hann er soginn. Hann er stönnaður. Hann er puttaður. Hann er samt ennþá lifandi. Og kemst út. Ok. Hvað var sæðið? Já, hann vildi vildi ekki committa hann sko. Vildi kannski spara hann frekar fyrir önnur kill. Já, reyndar. Já, ég held að þessum tímapunkti vildi örugglega nota sæðinn bara á Spectre eða Tiny. Eitthvað af þessum 3 korum. Já. En já, við bökkum það bara aftur í smá chill. Eða hvað, býtu. Gæti verið að finna Tiny hérna. Og Tiny. Putti. Pitchulti. Abi mættur í bakið. Abin er samt að lemja hann. Já, inn með Abi. Drepa Tinyin. Tiny fættur. Virkulega og fá þá væntanlega Rose líka vel gert hjá Erni þarna að bíða eftir að creepin dóu á þarna hann út últinu. Já, mjög gott. Þannig að hann takkaði fleiri hit Tinyin. Þetta er þá allir líkitum bara 3 Rose fyrir dagir.
Já, það geta ekki fæta á Tiny, sko. Nei. Líka, Necron bara svo unkillable núna, sko. Já, ég sé hann bara ekki deyja. Þetta bara svona Queen of Pain í seinasta leik, sko. Ég veit ekki alveg hvernig þeir ætla að geta svara þessu, sko. 5 dagunar bara. Henda Vessel, Síva og Skadi bara fá hann og 5 dagunar. Þannig deyr hann, held ég. Jú. Já, kominn annar Aegis á Abban og Dalabyggð vill væntanlega reyna Kárin að leggja hann á honum. Hættir sem að kemst út. Já. Út svo beringi, sko, Clutch. Já. Hann að reyna að komast í þetta Hex. Komið niður Banner. Banner komið niður. Abin tekur hellingsskaðana. Sem verðin og Vardar eru svo bakkandi, sko. Ekkert eðlilega, sko. Ok, verð með Svo Ernir með Lichen með búinspeyring. Hægt að sjá Lich items. Nei, má ekki. Abin settur í akkeri. Það bara... Sætin svo dælega refsaði fyrir þetta. Kemst út samt, sætin búinn. Abba ulti. Já, Lichen döð í baknum. Já. Og Lion, það kemur Ravage á bara á Solo Lion. Og Spectre Day í baknum. Það kemur fokkin Necron inn maður. Tætin öllu líkindum, sleppur. Ok. En Tiny flýtur, já, Tiny var rétt. Úst frá ömmunni. Necron röltir. Herðu, þeir að fara að taka niður Necron. Þeir að fara að ná að drepa. Ná að drepa? Vá. Bánsar samt að lemja frá sér. Vá maður. Abbi. Oh my. Lifir á snappaðir. Drepa á 4. Já. Þannig já, þeir ná að halda þarna Snorri dverginu. Voru það einhver buybacks eða? Ég tók ekki alveg eftir því. Hægt að sjá recapið. Já, ok, þetta var bæ á Spectre, já, auðvitað. En ég menna voru, þeir halda basinu, halda mér þess að halda þessu toppraxi. Þannig að þeir lifa til að slást annan dag. Ná sem það geta að gera mikið með hann allir þau, bara push út leinunum sem svo sem bara fínt líka. Já. Fá smá map control og svona. Koma niður wards og... Já, mitt. Goodness. Við erum Spectre að farma Neutralinn, ekki Venominn. Já, ég veit ekki alveg hvernig þessi fight fór samt, eða þú veist, þetta var sko að Necron var hérna nógu upptekinn með Spectrena meðan var Abin og Lionum bara inni í inni í baseinu ennþá. Bæta, en þú veist, þeir tönkuðu líka Ravage og svona. Já, þetta one man Ravage. Halló. Okkar, finnur ömmuna. Já, það verið að tippa inn. Necronum mættur. Fingur. Amman puttuð. Og Amman fallið. Við ná að klára hann. Ok, gott pick-off. Bara bílæna.
Já, ég meina, já, ætlaði bara að fara aftur. Það er Hont og Ravage í bóði. Það er ekki bara botlinni að taka tölnum bot eða eitthvað, ég veit það ekki. Darkseerin TP er út. Nei, fara bara mitt. Why not? Já, splitta þessu bara. Alright. Já, ég veit ekki, kannski vilja bíða bara eftir næsta Aegis eða eitthvað til að fara eftir Hægland, en... Jú, það er svo sem alveg... Spectre er komið BKB sín, þess Já. Are scanning. Mikið rétt. Ok. 84% win probability. Úfa. Á Dalabyggð. Úfa. Sný 20k gold lead. Já. Þetta er eiga samt, já, það er með bæ á Tiny, bæ á Snap líka. Loksins kemur Tiny inn að taka, nei, það fær ekki eins og að farma. Fokki Venno, sko. Ó, byrju, BKB-ar á Tiny, ok. Næra að forsa það út. Og Nulli er hann bara. Statement Nulli. Já, það vilja ekki góða. Byrju, já, það er Axe á Tiny, ok. Já, ég meina það er svo sem alltaf lagi, aðeins meira burst og... Já. Og... svona wave clear. MKB á leiðinu á Apan. Já. Já, ég meina Apinn var bara full on right clickar eða núna, sko. Já, henda spellum í Necro gaman, hílar þetta á hálfri sekundu. Þetta er svona eina vesni við Necro Carry er að þú veist, hann getur ekkert lamið byggingar, sko. Nei. Hann getur takk... Erðu? Bitti, það er rosalegt ravage þetta. Holy amman. Þeir ná að drepa Necroinn. Þetta er samt rosalegt. Apa ulti komið út. Kombo hérna hjá Dalabyggð. Buyback Venom hans er. Spectreinn kemst út, hún er forstufu út. Svær hjálp. Appi samt. Appin er svo sterkur. Já, Tiny fellur. Já, það er Hex á Venom. Já. Sko, Venom er svo fokkin farmaður, sko. En já, ég meina þeir vinna aftur fætina eða Snorri Dvergarnir. Kosta samt buyback á Venom, en... Og buyback á Darkseer enda líka, sko. Já, fá buyback á Darkseer. Fá náttúrulega helling skull og XP. Já. Hvað rosalega var Venom að gera eitthvað mikið damage í þessu fæti. Já, einmitt. Vá. Rosalegt, sko. Sér er mesta damage. Bitti, það er búið að putta Spectre. Jói, Spectre. Fullt að skýfast í gangi. Þeir drepa Spectre, hún er dieback. Svakalegt, Venno. Apinn samt, Apinn sleipur út. Ekki. Apinn sleipur. Gott, sko. Náðu þeir að panna sér hana. Ó, hann er hexaður samt. En hann fær glimmer og eitthvað. Já. Oh my god, er hann að fara að deyja fyrir þetta eða? Hann deyr andast fyrir þetta. Apinn hefði bara að fara heim, maður. Þetta er dieback á Spectre og Venno. Já. Mjög rough fyrir Snorra Dvergana. Já. Þeir eiga svona, þú veist, Apinn getur eiginlega ekki bæbaka og koma bara að klára leikinu. Þú veist, þeir eiga glyph og eitthvað á Snorra Dverganum. En það er spurning samt. Það ætla að reyna að ná strax samt. Já. Necron er inni. Stoppa Titan, en Titan samt labbar þetta bara af sér. Galið, sko. Ok, lemja byggingar. Já. Let's go. Alright. Hvað er að gera þarna þvílíkt stönn hjá Spectre? Littla litsulti, maður. Og fokkin litsulti. Dís. Vá, maður. Þeir löppuðu bara inn í þetta. Smörkar, sko. Crazy, sko. Það eru 3 buyback hérna hjá Snorra Dverganum. Þeir eiga engin buyback eftir. Og það er hálf mínúta í Abban. Já. Þeir ætla ekki að leifa þessu. Ó, þvílíkt stönn! Oh my, maður. Núna er Necron mættur. Stórt rafið. Þeir eru strax hálft HP hjá Snorra Dverganum. Hann er vakkjumar aftur inn. Já.
Þar að Big og Bíó hluti burt og Tiny. Amman að hrækja en Tætin dauður. Að Tæt minni Amman Spectre kemur aftur eftir 10 sekundur. Apinn lifnaði við núna. Radiant's bottom tower Apinn er á leiðinni. Radiant structures are fortified. Sjá, ætlaði að góa á Necro. Það var að henda spellum hérna. Daxin hoppar inn. Deyr hann strax. Hann er dauður án bæbak, nær ekki svona vekk. Litz deyr en Tiny deyr. Og Spectre deyr Spectre deyr líka. Æjæjæj. Þetta lítur ekki vel út. Apinn hérna. Næringum. Þessi stönn svo smörkur sko. Svakalt. Apinn kominn og vill bara klára leikinn. Já. Fyrir það er lítið sem þessi supporta getur gert. Þeir eru ekki við útið sitt til að halda sko. Nei, því miður. Fullt af hexum. Putti á ömmuna. Þarna sæðan. Já, fyrir það. Amma deyr. Fær eitt sæðkill í viðbót. Og Dalabey ná að jafna þessa viðureign. GG. Þannig að það, já, þessi sería fer 1-1. Já, hún fer 1-1. Mjög góð leikur á Dalabey. Já. Stóð þessi frábærlega bara frá fyrstu mínútu. Einmitt. Snorradörgurinn náðu nú alveg að halda sér inn í þessu lengur en ég bjóst við. Já, algjörlega. Þannig að þú veist, þetta er bara fínn leikur hjá Snorradörgunum en líka vel spila hjá Dalabey, smá svona Necro ostur. En já, þetta er bara svona hægt og rólega einhvern veginn. Já, bara mjaka sig niður og við sko. Það var alveg frekar smúð það, þú veist, Snorradörgurinn áttu nokkra góða að fæta en þú veist, þessi Necro er bara allt og erfitt fyrir að fæta hann sko. Já, algjörlega. Það verður, hann var svona orðin eiginlega ódreipandi og þegar hann var dauður þá var hann líka að tanka gjörsamlega allt. Já, ég meina 114k damage received, 71k damage delt, ég meina. Necro, Darkseerin líka tankaði hellingarna sko. 91k. En já, frábærlega að spila hjá Dalabey. Mjög svo. MVP í þessum. Sko, mér leiðist að gefa Curry MVP sko, en ég veit ekki, mér var Spiggs alveg fáránlega góður sko, þú veist, stönnin hjá Smörkur voru geggjuð, Litsultín voru geggjuð, Apinn mitt var líka bara geggjaður. Mitt Fjörlali, eini sem var ekki geggjaður. Það er ekki það sem ég sagði. Nei, Fjörlali var flottur. Fjörlali var mjög flottur í þessu leik sko. Já, tankaði nú helvitið mikið af initiation. Já, og líka bara, þú veist, góð vacuums inn í veggi, mjög góð setups í fights, þú veist. Ég hallast það mögulega, já, Apa eða Necro, skal leyfa þér að velja úr þessu. Já. Já, hvað Já, ég held Necroinn. Já. Menna, ég veit líka, ég held að Biggs hafi nú örugglega kólað þetta pick, sko, þannig að ég gefum Bigga heiðurinn á þessu. En já, Snorradörgurinn er 1, Dalabey 1. Þar með líkur þessu streymi hjá okkur í kvöld. Ég vil bara þakka fyrir áhorfið og sjáumst í næstu leikjum. Takk í kvöld. Yes, takk fyrir. Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskurum leiðið sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskar. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur.
Welcome everyone to the Kia Tiltproof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, looking composed. 2, 1. And Whirlup, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our Tiltproof Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already lost. You touched the grass. Uy, uy, uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
Dire's bottom tower.
Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's ancient is under attack. Radiant's ancient is under attack.